Góðan daginn, kæru fundargestir, áhorfendur og starfsmenn. Nú erum við hér stödd í Ráðhúsinu á Höfn og ætlum að setja hér fund í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar, hann er númer 330. Nota hennan fína fundarhamar sem var hér smíðar fyrir okkur einhvern tímann. En fundin í dag sitja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, hann Skúli Ingólfsson er fjarverandi en í stað hans situr fundin hún Tinna Rut Sigurðardóttir. Eyrún Fríða Árnadóttir er hérna, Guðrún Stefania Voppjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, einnig hér Sigurjón Andersson bæjarstjóri og Tjörfi Óskarsson sér útsendingu og Ardís Lára Kolbrúnadóttir ritar fundagerð. Það eru þó nokkuð mál á dagskránni hjá okkur í dag. Fyrsta mál á dagskrá er fundur bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 328. Sú fundagerð er lögð hér fram til kynningar, þetta hefa allir samþykkt þennan fund. En auðvitað ef einhver vill tjá sig á þessari fundagerð þá er orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin ljós, þannig að þá höldum við áfram, það er búið að samþykkja fundinn. Förum við mál nr. 2. Á dagskrá það er bæjarstjórn Hornafjarðar fundur nr. 329. Það var haldinn hér mjög snemma morgni dags. Einn daginn til þess að fara yfir fjárhagsáætlun. Fundargerðin er opið á orðið eða viljið gjöra svo vel. Guður sig engin ljós, þannig að þá telst þetta að vera samþykkt allt saman. Þá fyrir við í þriðja mál á dagskrá, það er fundur bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1152 og á þeim fundi ætlaði ég að vera aðeins, nú var ég ekki nógu undirbúinn fyrirgefiði. Þar eru fundagerðir ásamt öðrum málum, það er meðal annars fundagerð íbúðarráðs Suðursveitar og Mýrar nr. 6 og svo talsvert af öðrum málum. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Tinna, gjörðu svo vel, þú ert leiðum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk Sveitarfélagsins. Ég vil taka til máls undir fyrsta máli þessar bæjarráðsfundar, en það er íbúðaráð í Suðursveit og Mýrum. Fyrsta mál íbúðaráðs er félagsheimili Sveitarfélagsins og vil ég vekja athygli á því að hafin er vinna við að gera úttekt á netkerfi og tæknibúnaði í öllum félagsheimilum Sveitarfélagsins og að það verður keyptur búnaður og lagt net að þeim félagsheimilum sem þarf. Það verður keyptur búnaður sem nýtist til fundarhalda og gerir því félagsheimilin meira aðlaðandi til útleigu fyrir fundarhöld og veislur. Það hafa verið tekin mörg góð skref í átt að betri nýtingu og betra utanumhaldi félagsheimilin okkar. Það er einfaldlega þannig að ef þessu er ekki sinnt þá grotna þau bara niður og það viljum við ekki sjá gerast. Þetta sýnir líka enn fremur hve mikilvægt er að halda íbúðaráðunum virkum og fá að heyra raddir sveitana. Því það er einfaldlega þannig að við sem í sveitunum búum þykir ofboðslega vænt félagsheimilin okkar og málefni sveitana og því fagna ég enn og aftur krafti íbúðaráðana og hvetja sveitungana til að koma málefnum til íbúðaráðana og íbúðaráðin til að koma öllu sínu á framfæri. Svo fyrst ég byrjuð að ræða íbúðaráðin þá er í næstu fundagerð bæjarráðs og reyndar líka sem sérmál á þessum fundi að í apríl á þessu ári voru íbúðaráðin beðin af bæjarráði að sitja áfram, hvort sem væri í 1 ár eða út kjörtímabilið og nú hafa íbúðaráðin öll samþykkt að sitja áfram út kjörtímabilið. Ég hef margoft talað mikilvægi þess að raddir sveitana fá að heyrast og vil ég þakka íbúðaráðunum sérstaklega fyrir velunnin störf og það gleður mig mjög að það sé vilji hjá þeim að halda starfinu áfram. Og svo er það mál 2 í fundagerð íbúðaráðsins sem er málefni búfjár í sveitarfélaginu. En ég vil bara fagna því líka að það sé komið á dagskrá að skoða málaflokkin heildstætt búfjárhald í sveitarfélaginu enda rík þörf á að skerpa línurnar þar. Takk fyrir. Takk fyrir, Tinna. Orðið er laust þessa ágætu fundagerð nr. 1152. Takk við þessir engin frekar hljóðs. Þá ætlum við að bera hana upp til atkvæða þeir sem henni er samþykki vilsast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í næsta lið á dagskrá. Það er fundagerð bæjarráðs nr. 1154. 53 fyrirgefði, nú fór ég á hratt sko. Fyrirgefði, þetta er liður 4 á dagskránni. Þetta ruglaði mér svona, fyrirgefði. Liður 4 á dagskránni, það er fundagerð bæjarráðs
Hornafjarðar nr. 1153. Þar undir eru nokkrar fundargerðir, þar með íbúðaráð Nes og Lón og velferðarnefnd, fundur fræðslu og frístundanefndar og fundur umhverfis- og skipulagsnefndar ásamt talsvert af almennum málum. Orðið er laust hér undir þessa ágætu fundargerð. Eyrún biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði aðeins hérna að ræða mál nr. 7 sem er vissulega líka sérmál á dagskrá þessara fundar. Er að ræða kaupsamninginn sem sveitarfélagið er að gera við leigufélagið Bríet. Með samningnum flytjast 18 íbúðir yfir til Bríetar sem að verður gríðarleg hagræðing fyrir sveitarfélagið með minnkuðum viðhalds- og rekstrarkostnaði. Mig langar þó að ítreka að Bríet leggur áherslu á að stuðla að hagstæðum leigumarkaði og það hefur verið markmið bæjarstjórnar að draga ekki úr framboði eigna á viðráðanlegu verði þrátt fyrir að eignirnar flytjist frá sveitarfélaginu. Þannig að mig langar nú bara að lýsa yfir mikilli ánægju með þennan samning og með framtíðar samstarf sveitarfélagsins við Bríeti sem ætlar einnig frekar í framtíðin að fara í uppbyggingaverkefni á leiguhúsnæði í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir Eyrún. Við erum í fundargerð nr. 1153. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Ásgerður mín, fyrirgefðu. Hljóp nokkur á mig hann aðeins. Nokkur orð. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þetta aftur það sem að Eyrún er að tala leigufélagi Bríeti sem að ég fagna nú líka og búið að vera lengi í pípunum. Að varðandi brák og íbúðirnar á Bugðuleiru og það staði til í langan tíma líka að það við gerðumst aðilar að því leigufélagi eða því húsnæðis sameignar-félagi og ætla að setja Bugðuleiruna þar inn. Það gengi eitthvað erfilega að koma því ferli í gang. Mig langar að spyrja bæjarstjóra hvar það mál sé statt. Takk fyrir Ásgerður og fyrst afsökunar að hafa misfarist með nafnið þitt, en Sigurjón, þú ert beðin að svara. Svel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er vonandi að komast loksins einhver hreyfing á það mál hjá okkur. Ég er ekki nákvæmlega með stöðuna á því hvernig hún er í dag, en þetta hefur verið eitt af okkar markmiðum og við þurfum að taka það og koma hreyfingu á það. Ég er ekki alveg með nákvæmlega hvernig staðan er á þessu miður, en ég held að sé full ástæða núna í kjölfarið á þessu samningu við Bríeti að skoða þetta með íbúðafélagið. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, því ber ég þessa fundargerð upp til atkvæða þeir sem er í samþykkjum íslenskt geðmerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 5. lið á dagskrá. Það er fundargerð nr. fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1154, síðan 3. desember. Þar undir eru fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 69 og hafnarstjórn Hornafjarðar nr. 270 ásamt talsvert af öðrum málum, almennum málum. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Það er allir sem vilja gera svo. Stefánía, þú ert hérna fremst bara, þá byrjað þú. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að tala undir lið 7 í þessari fundargerð. Það er læknaskortur. Sveitarfélaginu barst erindi frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands að óska eftir beitingu ívilnun samkvæmt 28. grein laga nr. 60/2020 menntastig og námsmanna til þess að bregðast við mönnunarvanda á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Hornafirði. Erindið var sent 16. október. Svar barst frá Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu þann 25. nóvember og var það jákvætt. Ég vildi taka undir bókun bæjarráðs og fagna því að ferlið sé hafið. Ég held að ég geti fullyrt þegar ég segja að allir íbúar hafa eflaust fundið fyrir því að fá ekki tíma hjá lækni fyrir en mörgum dögum eða jafnvel vikum eftir að það reynir að bóka.
Það góða starfsfólk sem við eigum á heilsugæslunni reynir að gera sitt besta, en það mjög mikilvægt að fólki sé sinnt tímanlega. Vonandi verður þetta til þess að hinga fáum við gott fólk til okkar, til að sinna okkur og íbúunum og álagið á heilsugæslunni og starfsfólki minnki. Takk. Takk fyrir, Stefanía. Björgvin, þú bara ekki verið næstur. Er það ekki bara helviti gott? Ég tók ekki þetta í hvað röðsvíðan. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég tek heils hugar undir orð Stefaníu hérna varðandi læknaskortin. Það er ekki spurning. En ég ætla annars að fá að tjá mig undir 4. máli undir fundargerðinni. Það er framkvæmt hagahverfi IB5, innviða uppbygging og undirbúningur. Mér langar aðeins að kannski forvitast nánar stöðuna á þessu máli og þann hluta þess sem snýr að grundun hús á svæðinu. Ég verð að viðurkenna það veikur hjá mig furðu að það sé virkilega verið að skoða sveitarfélagi koma beinum hætti að uppbyggingu íbúðarhúsa að hluta til á þessu svæði. Ég veit að nú veit sveitarfélagi líklega ekki fyrirfram hvernig hús fólk ætlar að byggja á hverju lóð fyrir sig og ætlar sveitarfélagi þá að jarðviðskipta öllum byggingarrit lóðana til að vera örugglega búin að jarðviðskipta undir öllu húsinu sem til kemur með að standa á lóðinni, hvort sem húsið kemur síðan til með að vera 100 fermetrar eða 300 fermetrar. Eða ætla menn að reka niður staura með vissu millibili yfir allan byggingarritin, hvort sem húsið sem kemur síðan ofan á staurina kemur til með að vera 100 fermetrar að stærð eða 300 fermetrar. Og hvernig svo sem það verður í laginu. Svona finnst mér útsvarið sveitunga minna ekki skynsamlega ráðstafað. Og síðan er stóra spurningin, hver tekur ábyrgð á hönnun og framkvæmdun á hverri lóð fyrir sig? Ætlar sveitarfélagi að taka það á sig? Að ég best veit þarf að vera skráður byggingarstjóri á hverja lóð eða hvert byggingarleyfi fyrir sig og ætlar sveitarfélagi þá að ráða þann aðila, borga tryggingar og önnur gjöld honum tengdum á meðan grundun hússins fer fram. Og síðar ræður húsbyggjandinn sjálfur væntanlega sinn byggingarstjóra fyrir sjálft húsið sem getur verið allt annað aðili. Og hvað ef eitthvað kemur upp á? Húsið fer að síga og galla koma upp varðandi grundun húsis, þá hlýtur sveitarfélagið og byggingarstjóri þess að vera ábyrgur fyrir því. Eða ef það kemur í ljós að hönnun grundurinnar hafi ekki verið í lagi. Á sveitarfélagið þá að fara að standa í því að sækja sinn rétt gagnvart hönnuðum grundunarinnar vegna tjónstyrðið aðila. Svona finnst mér útsvari sveitunga minna ekki skynsamlega ráðstafað. Ég skil ekki hvernig þetta á að geta virkað svo vel sé og fyrir mér hálf galið, ef ég á að vera hreinskilinn, að þetta komi ennþá til greina að standa svona að þessu. Það er langhreinlegast og sanngjarnast gagnvart öllum íbúum sveitarfélagsins að húsbyggjandinn sjái sjálfur alla framkvæmdir tengdar sinni eign og taki þannig sjálfur ábyrgð á þeim frá upphafi eins og tíðkast alls staðar annars staðar á landinu að ég best veit og hefur það gert hingað til. Einnig er rétt að taka það fram eins og við öll vitum sem hér sitjum að það er eitt af lögbundnum skyldum sveitarfélagsins að hafa til dags byggingarlóðir í sveitarfélaginu. En mér finnst ótækt að fara að nota útsvar skattgreiðanda í að greiða niður byggingarkostnað húsbyggjandana sem geta jafnvel verið fyrirtæki, verktakar, byggingarfélög eða fjárfestar. Og jafnvel þó að vera horft framhjá þeim flækjustigum sem myndist á hér áðan. En eins og það segir, væri gaman að vita nánar stöðuna á þessum hluta málsins. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Sigrún, ætlar þú að ansvara þessu? Já. Ok, fyrirgefðu. Hjördís, þú varst búin að biðja um orðið, til sver. Takk. Ég held bara upp að svara strax. Forseti og geti bæjarfulltrúar. Mér langar að ræða þarna aðeins mál nummer 1 undir þessari fundargerð sem er fundargerð atvinnu menningarmálanefndar. Núna er opið fyrir umsóknir fyrir menningarstyrki og mér langar að hvetja alla sem eiga erindi í þessa sjóði að sækjum sem fyrst. Fjölmörg glæsileg verkefni hafa fengið styrki úr þessum sjóðum síðustu ár
Og ég vil líka vekja athygli á því að frestur til þess að skila umsóknum hefur verið framlengdur 1 viku eða til 19. desember næstkomandi. Takk fyrir Hjördís. Ásgeir, bjóð þér næst. Þetta Tinna ætlar að láta mig lesa svo mikið eftir þannig að Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hérna á máli nr. 1, það er atvinnu- og menningarmálanefnd. Og það er akkurat sami liður og Hjördís, þetta var að tala hér það eru menningarstyrkirnir og svo líka liður 7 atvinnu- og rannsóknarsjóður. En það hefur opnað fyrir umsóknir eins og hún talaði og átti að renna út sá frestur í dag, en núna rétt áðan við þetta borð vorum við að samþykkja það, við gerðum ekki athugasemd við það að það yrði framlengdur umsóknarfresturinn viku og ég var að segja að það er bara mjög gott því að ég hef áhyggjur af því að upplýsingar þessa útlut, að það sé akkurat tími núna til þess að senda inn umsóknir að hann komist ekki til íbúa og vill hér í þessari pontu auglýsa eftir einhverju rekstraraðila fyrir Eystrahorn. Getur kannski tryggt að hann fái vinnu hjá sveitarfélaginu einhvern tímann í framtíðinni því að akkurat hér inni sitja 2 aðilar sem hafa verið að gefa út þetta ágæta blað sem að við finnum að er mikil eftirsjá af því að það er bara hellingur af fólki í sveitarfélaginu sem að er ekki á netinu og jú, kannski er á netinu en er ekki að sjá auglýsingarnar. Bara fólk sem að í okkar nærumhverfi, bara einn varabæjarfulltrúi eitthvað, bara það er ekkert búið að auglýsa þetta og hitt og maður bendir hingað og þangað, þá er það ekki að detta upp. Af því að algoritminn hjá viðkomandi aðila er greinilega ekki búin að rekna það út að viðkomandi á að vera að fylgjast með. Þannig að þetta er bara mjög bagalegt og ég velti því fyrir mér langar að leggja hérna fram og kannski bara núna ef við ætlum að framlengja þetta viku, að það sé sent dreifibréf bara á heimilin og láti vita þessu og það er líka annað eins og bara með opinn fundi fjárhagsáætlun sem var í síðustu viku. Það er ákveðið allavega sagt við okkur hér í bæjarráði á þriðjudag það verið fundur á 5. og 1. Það er auglýst á 5. morgni, þannig að seinnipartinn og hádegi daginn eftir. Hvernig í ósköpunum getum við ætlast til þess að fólk mæti þá á þessa fundi þegar það bara eitthvað svona höfum fund núna, það bara, við getum ekki ætlast til þess og akkurat á þeim tíma sem að fólk er út og suður í alls konar aktiviteti á aðvendunni. Þannig að ég legg það til að við auglýsum þetta með dreifibréfi þessa lengdar umsóknarfrest og líka þá að næsta ár að þá sé það bara sett inn í kalendarið að í byrjun desember að þá sé auglýst hvenær þessir fundir eru og hvenær þessi umsóknarfrestur er. En síðan var 7. mála, það er þá atvinnu- og rannsóknarsjóður og það var rætt á þessum bæjarráðsfundi 3. desember að það þyrfti að auglýsa eftir umsóknum í atvinnu- og rannsóknarsjóð því það hafi verið sett á bið hjá nefndinni en við í bæjarráði vorum á því að það ætti að auglýsa eftir umsóknum því að sama hvernig sjóðurinn stendur að þá er að tekna fyrir umsóknir og það verður útdeilt á hvernig hlutfalli af samkvæmt reglum bara af sjóðunum. Þannig að hvort að það er einhverjum 100.000 kalli eða milljón til eða frá skiptir í rauninni ekki umsækjandann máli. Hann er alltaf að sækja sitt verkefni á sínum forsendum. Þannig að ég sakna þess að það hef ekki verið auglýst eins og við rættum þarna á þessum fundi 3. desember. Ég hef allavega ekki séð auglýsinguna og kannski er það því að algoritminn á Facebook veit að ég er ekki í nýsköpun. Ég bara kann ekkert svoleiðis, þannig að hann hefur kannski ákveðið að sýna mér ekki þá auglýsingu. En síðan langar mig bara í varðandi það sem að Björgvin var að tala hér, það er liður, eitthvað hér fyrir neðan varðandi Hagahverfið og grundin þar og annað slíkt 4, að, ég er á kolvilsum stað, en ég veit alveg að það var tekin ákvörðun á þessum fundi að það ætti ekki að gera þetta, en að grunda undir allar lóðir, en samt sem áður þá vill ég benda á það að það búið að eyða hellinga peningum og tíma starfsmanna í það að vera pæli þessu, bara í marga mánuði. Verkís er þarna með skýrslu með alls konar útreikningum og dóti fyrir lóðir og annað, hvað kosta ákveðna lóðir og með eitthvað stærðir og svoleiðis, þetta er bara vinna sem að sveitarfélag á ekkert að vera að leggja í.
Og ég hef allavega sagt mína skoðun því bæði hér í pontu bæjarstjórnar og bæjaráði, mér finnst það algjörlega út í hróa, en þarna sko, þú veist þó svo að þessi búið að taka ykkur ákvörðin núna að það var búið að leggja hellinga bæði peningum og tíma starfsmanna í þessa vinnu sem að hefði verið kannski betur varið í eitthvað annað. Takk fyrir Ásgerður. Vil ég svara þessu núna eða áður en eða við halda fram með handauppréttingar? Það ekki, við erum ekki að halda fram með, Tinna þú varst næst, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitafélagsins. Ég vil taka til máls undir 12. máli þessara fundagerðar, en það er vegur milli Nesja og Hafnar, hringtorg. Það er mér mikið hjartansmál eins og vart hefur farið fram hjá neinumanni að á nýja veginum okkar verði vegtengingaframkvæmdin Neshöfn breytt úr 2 T-gatnamótum í 1 hringtorg. Þetta er gríðarstórt hagsmunamál fyrir okkur öll hér í sýslunni. Því tek ég undir með bæjarráði sem að lýsir yfir furðu sinni á niðurstöðu skipulagsstofnunar og ég óska eftir að bæjarstjórn geri bókun bæjarráðs að sínu í þessu máli. Bókunin hljómar svona. Þann 4. október 2024 sendi Vegagerðin tilkynningu á skipulagsstofnun vegna fyrirhugara breytinga á vegtengingum við hringveginum Hornafjörð. Samkvæmt 19. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana samanber lið 10.08 og 13.02 í 1. viðauka lagana. Skipulagsstofnun leitaði umsagna sveitafélagsins Hornafjarðar, Heilbrigðiseftirlits Austurlands, Minjastofnunar Íslands, Náttúrufræðistofnunar og Umhverfisstofnunar. Fimmtudaginn 28. nóvember 2024 barst niðurstaða Skipulagsstofnunar að framkvæmdin gerð hringtorgs sé háð mati á umhverfisáhrifum. Bæjarstjórn lýsir furðu sinni á niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Í ákvörðun stofnunarinnar kemur fram að samkvæmt lögum ber að forðast röskun vistkerfa sem njóta sérstakar verndar nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Lögð er áhersla á að einungis mjög ríkir hagsmunir geti réttlætt röskun og þá fyrst og fremst brýnir almannahagsmunir. Það er augljóst í þessu tilfelli að brýna almannahagsmuni er að ræða þegar umferðaröryggi er annars vegar. Í svörum Vegagerðarinnar kemur fram að í matsskyldu fyrirspurn sé farið yfir forsendur fyrir breytingum á framkvæmdinni. Fyrirséð er að umferð muni aukast á þessum kafla á næstu árum, umfram það sem gert hefur verið ráð fyrir í upphaflegu umhverfismati framkvæmdar. Miðað við fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu sé ljóst að norður-suður straumar muni verða enn meira ráðandi. Í T-gatnamótalausninni þurfa þessir straumar að þvera mjög hraða umferð eða 90 km á klukkustund hringvegarins, keyra stutta vegalengd og þvera svo aftur hringvegarumferðina. Með hringtorgi væri umferðarhraði mun hægari og öruggari og mun því draga verulega úr hættu á alvarlegum slysum. Jafnframt er erfitt og mjög kostnaðarsamt að leysa umferð annarra vegfarenda, gangandi, hjólandi, ríðandi í T-gatnamótalausninni en í hringtorgslausn ætti að vera hægt að tryggja þessum vegfarendum nokkuð örugga leið. Enn fremur er ljóst að ekki er hægt að gera gatnamót á þessu svæði án þess að skerða vistgerðir sem hafa hátt eða mjög hátt verndargildi. En því verður að halda til haga að í framkvæmd 2 T-gatnamóta skerða einnig samsvarandi vistgerðir á svæðum sem má vernda í staðinn. Ekki verður séð að mat á umhverfisáhrifum bætir neinu við þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Það er alveg ljóst að breyttu fyrirkomulagi vegtenginga verður ekki komið fyrir á öðrum stað. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna, við greiðum atkvæði þessa bókun á eftir. Eyrún, varst þú búin að veifa og Sigurjón, gjör svo ljó. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi aðeins koma inn á það sem Ásgerður bent á varðandi grundun á nýja hverfinu okkar, Hagahverfinu og fyrirgefðu Björgvin kom inn á. Ég hefði nú átt að vera kannski aðeins skýrari í bókun í bæjarráði en það stendur ekki til að grunda fyrir þá aðila sem að munu sækja lóðir. Sá kostur var eitthvað hins vegar sem að við vildum skoða
og hluti af því að geta metið það var einmitt að fara í þessar jarðvegsrannsóknir á svæðinu, en þessar jarðvegsrannsóknir eru líka og kannski fyrst og fremst til þess að við getum metið svona hvers konar lóðir það eru sem við erum að selja, þannig að sá sem að sækir lóð viti að hverju hann gengur, fyrir okkur líka til þess að gera ráðstafanir þegar kemur að gatnagerð og lagnagerð og slíku, og síðast en ekki síst til þess að finna út hvaða hluti svæðisins sá hluti sem að við viljum fara í, hvernig áfangaskiptingin, á hverju byrjum við, og en það þá þannig bara að við hyggjumst ekki leggja út fyrir þessari grundun. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust hér áfram. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, bara takk kærlega fyrir þessi svör, segir hann. Og svo bara því sem haldið til það, ég var alls ekki að gagnrýna jarðvegsrannsóknir á svæðinu, enda alveg algjör skilir að þær fylgi með og húsbyggjendur viti hvernig jarðvegurinn undir væntanlegum húsum sínum, þannig að það er besta mál og við höfum að gera kortleika það sem allra best. En ég veit ekki hvort ég misskildi, en var talað að selja lóðir á svæðinu. Eða verða þetta ekki leigulóðir eins og hingað til hefur verið, þessar lóðir hérna innan bæjar. Takk fyrir. Ég var að hugsa að leiðrétta bæjarstjórinn áðan, en ég ætla að leyfa honum að gera það sjálf. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, afsakið það að ég sagði selja, en hér er allt land inn í þéttbýlinu hérna á Höfn í eigu sveitarfélagsins og það eru lóðalegu samningar þetta allt og það verður eins í Hagahverfinu. Afsakið. Takk fyrir Sigurjón. Eyrún, þú beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði hérna rétt að skjóta því inn að það hefur verið auglýst að opið sé fyrir umsóknir í atvinnu- og rannsóknarsjóð. Fresturinn rennur út þann 13. janúar næstkomandi, þannig að ég vildi kannski bara ítreka það hérna í pontu fyrir þá sem mistu af þeirri frétt. Mér langaði samt einmitt að koma inn á þessa umræðu með Hagahverfið. Fyrst þegar við völdum þetta hverfi til þess að ráðast í, þá var velt því upp að jarðvegurinn væri mjög óheppilegur. Og svo var farið í hönnuna á því sem ég vil meina sé glæsilegt hverfi, unnið í samstarfi milli allra bæjarfulltrúa og sérstaklega vel af umhverfis- og skipulagsnefnd og sviðinu, sem ég er mjög ánægð með. En svo vissulega fór að bera á því að maður hafði áhyggjur af undirlaginu og það fór að hafa líka áhrif á hvernig við horfum á áfangaskiptinguna. Hvernig myndi hverfi birtast og byggjast upp ef allar lóðir yrðu auglýstar á sama tíma, hvaða áhrif myndi hafa að sumar lóðir væru einfaldlega dýrari eða aðrar og þetta var talið bara mjög mikilvægt mál til að skoða. Þess vegna fagna ég því að við höfum varið þessum tíma starfsmanna í að skoða þetta, að velta því fyrir okkur hvernig áfangaskiptingin gæti best litið út bæði fyrir húsbyggjendur og fyrir framtíðarhorfur sveitarfélagsins. Ég er samt rosalega glöð að heyra að við séum öll sammála það að ábyrgasta leiðin sé vissulega sú að húsbyggjendur ábyrgist sína eigin grundum sjálfir, en tel að þetta hafi ekki verið sóun á tíma starfsmanna að geta veitt íbúum betri upplýsingar. Takk. Takk fyrir. Eyrún, fleiri sem vilja taka til máls undir þessa fundargerð? Svo ekki, þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða og bókunina svo eftir. Þeir sem eru samþykkir, við vorum sem sagt í fundargerð nr. 1154. Þeir sem eru, bókun... Jæja, nú er allt eða miskila. Ég veist að þylju bókunina fyrst og kjósum hana fyrst og svo fundargerðina alltaf. Ok. Hefst á lesturinn. Lögð var hér fram bókun bæjarráðs
sem óskað eftir að Tinna leggur fram að verði að bæjarstjórn geri það sinni og bókunin er svohljóðandi. Þann 4. október 2024 sendi Vegagerðin tilkynningu á Skipulagsstofnun vegna fyrirhugaðra breytinga á vegtengingu við hringveginn við Hornafjörð samkvæmt 19. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana samanber lið 10.8 og 13.2 í 1. viðauka lagana. Skipulagsstofnun leitaði umsagnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar, Heilbrigðiseftirlits Austurlands, Minjastofnunar Íslands, Náttúrufræðistofnunar og Umhverfisstofnunar. Og 28. nóvember 2024 barst niðurstaða Skipulagsstofnunar að framkvæmdin gerð hringtorgs sé háð mati á umhverfisáhrifum. Og hér breytum við að bæjarstjórn lýsi furðu sinni á niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Í ákvörðun stofnunarinnar kemur fram að samkvæmt lögum ber að forðast röskun vistkerfa sem njóta sérstaklega verndar nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Lögð er áhersla á að einungis séu mjög ríkir hagsmunir geti réttlætt röskun og þá fyrst og fremst brýnir almannahagsmunir. Það er ljóst að í þessu tilfelli brýna almannahagsmuni að ræða þegar umferðaröryggi annars vegar. Í svörum Vegagerðarinnar kemur fram að í matskyldu fyrirspurn sé farið yfir forsendur fyrir breytingum á framkvæmdinni. Fyrirséð að umferðin muni aukast að þessum kafla á næstu árum umfram það sem gert hafi verið ráð fyrir í upphaflegu umhverfismati framkvæmdar. Miðað við fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu sé ljóst að norður-suður straumur muni verða enn meira ráðandi. Í gatnamóta lausninni þurfa þessi straumar að þvera mjög hraða umferð 90 km/klukkustund hringvegarins, keyra stutta vegalengd og þvera svo hringveginn aftur. Með hringtorgi væri umferðarhraði mun hægari og öruggari og mun því draga verulega úr hættu og alvarlegum slysum. Jafnframt erfitt og mjög kostnaðarsamt að leysa umferð annarra vegfarenda, gangandi, hjólandi, ríðandi í gatnamótalausninni en í hringtorgslausn. Ætti að vera hægt að tryggja þessum vegfarendum nokkuð örugga leið. Enn fremur ljóst að ekki hægt að gera gatnamót á þessu svæði án þess að skerða vistgerð sem hafa hátt eða mjög hátt verndargildi, en því verður að halda til haga að framkvæmd tveggja gatnamóta skerða einnig samsvarandi vistgerðir á svæðunum sem má vernda í staðinn. Ekki verður séð að mat á umhverfisáhrifum bæti neinu við þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Það er alveg ljóst að breyttu fyrirkomulagi vegtenginga verður ekki komið fyrir á öðrum stað. Og þá þetta komið. Þá ætla ég að bera þessa bókun til atkvæða. Þeir sem henni samþykki við sérst gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá ber ég fundargerðina. Það fundargerð nr. 1154 bæjar á Hornafjarðar. Ber hann upp til atkvæða þeir sem henni samþykki við sérst gefa merki. Það er samþykkt. Þá höldum við áfram dagskrá. Þá förum við í fundargerð nr. 1155. Hérna. Þar undir það fundargerðir, það annars vegar almannavarnanefnd nr. 69 og umhverfis- og skipulagsnefnd nr. 90. Ásamt fleiri almennum málum, orðið laust, gjörðu svo vel, Ásgerður, fyrst. Forseti og bæjarfulltrúar. Það hér fyrst liður 1 sem ég langar til þess að ræða. Þar almannavarnanefnd. Þar verið að fara yfir ýmsar stefnur sem að þær undirheyra og verða uppfæra sem gott. En það það liður 4, öryggisinnviðir í Hornafirði heitir hann, en fjalla nú að mestu leyti öryggisinnviði í dreifbýlinu og það helst í Öræfunum. Það málefni sem við höfum oft rætt á þessu ári
og komið ýmsum áherslumálum áfram til þeirra sem fara með völdin þar, til dæmis eins og hjá ríkinu og með misjöfnum árangri. En við hefum líka fengið góð viðbrögð, til dæmis var þar viðbragðsaðila í Öræfum núna í sumar. En í allri þessari umræðu finnst mér okkar eigi viðbrögð hafa orðið undir, eins og ég tjáði mig á bæjarráðsfundinum. Og ég bara afskaplega ánægð með þau góðu viðbrögð sem voru við tillöguminni að við myndum efla viðbrögð slökkviliðsins í Öræfunum. En á þessum fundi var ákveðið að setja og kaupa nýjum slökkviliðsbíl í Öræfi í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og ég vil ítreka það líka að ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum í skoðun á útköllunum þar í tengslum við bílslys í samvinnu við björgunarsveitina Kára með það markmiði að skoða hvort að sveitarfélagi getur allt sitt viðbragð að einhverju leyti. Það var mjög áhugaverður fyrirlestur sem var haldinn hér út í Nýheimum núna bara sennilega verið í lok nóvember frekar en í byrjun desember þar sem hún Hrafnhildur Ævarsdóttir hélt og fór yfir bara þær áskoranir sem að björgunarsveitin Kári hefur verið að glíma við á síðustu árum og það er alveg ljóst að viðbragðsaðilar í Öræfunum eru með þeim sem að bara eru að taka við eiginlega alvarlegustum atvikum og það til í það að við getum gert betur sveitarfélagið því að margir af þessum einstaklingum sem eru í björgunarsveitinni eru líka í slökkviliðsfólk á okkar vegum og við bílslysum viðbragð slökkviliðs líka. En samkvæmt því sem að, svo ég vitni í hana á þennan fyrirlestur að þá er eitthvað lítið það að slökkviliðið sé í rauninni kallað út og komið til einhverja greiðslu fyrir það fólk sem að það tekur þátt sem bæði björgunarsveitar og slökkviliðsfólk. Þannig að þarna getum við gert betur og ég bara ánægð með að það er allir sammála þessu sko, allavega þeir sem voru á fundinum. En ég ger nú ráð fyrir því að allir vilji vera á það besta hér inni. Þannig að ég bara ánægð með að þetta komið í farveg, en það væri líka áhugavert að fá kannski viðbrögð frá bæjarstjóra það að það var hér málþing öryggisinnviði og nú er ég svo tímavillt að ég man ekki hvort það væri voru eða haust og það sem að var planið að Skaftafellssýslurnar myndi sameinast það að vekja athygli og keyra áfram á þessum málefnum sem eru okkur erfið gagnvart ríkisvaldinu og bæjarstjóri tók að sér að vera svona fórgöngumaður í því máli og svona hvort að það sé eitthvað, auðvitað gerir mig grein fyrir það búin að vera kosningar og það allt saman en hvar svo vinna var stödd. Annað í þessari fundagerð sem ég langar til þess að koma inn á er liður númer 6 sem er hönnun á íþróttahús eða íþróttahús hönnun og hér að ræða áformum jafnvel stærstu framkvæmd sem að sveitarfélagið hefur staðið frammi fyrir. Farið verður alla leið samkvæmt þeim hugmyndum sem að gögnin allavega leggja fram. En maður heyrir það er sem betur fyrir verða að staldra við og skoraða fleiri útfærslur heldur en þær sem að voru birtar og með kostnaðarmati fyrir ekki svo löngu síðan og væntanlega áfangaskiptingu og ýmislegt fleira. Og í þessari vinnu hefur verið kappkostað við að upplýsingagjöf sé góð, fundagerðir og kostnaðir og annað hefur verið opnað fyrir íbúum á vef sveitarfélagsins. Og við ræddum hér á fundi bæjarráðs hvort að erindi frá ÖSU og Albert Eymundssyni fyrrverandi bæjarstjóra og gullmerkis hafa ungmennafélagsins Sindra og komið því að líka að það er opið undir fundagerðinni en það var ekki vilji til þess en ég tel að þetta sé að ræða innlegg í opinberu umræðu sem að bara þetta bæði miklir fólk sem hefur mikla þekkingu á þessum málum að það sé alltaf hægt að leggja það fram og leyfa íbúum að svona sjá hvað þessir aðilar eru að leggja til málana inn í þessu risastóra máli. Og þetta mál þarf að fá góða kynningu. Það þýðir ekki bara að það sé afstaða kjörinna fulltrúa til valkosta en auðvitað þurfa kjörni fulltrúar að leggja fram sín rökstuðning í þessu máli. Og mér hefur verið tjáð það var fundur í morgun og þar hefur verið tekin ákveðin ákvörðun og ég kannski bara leyfi þeim sem tóku ákvörðunina að gera grein fyrir henni. En ég bara alveg rasandi bit af þessari ákvörðun, ég ætla bara að leggja það hér fram. Þessi fundagerð hefur ekki verið opinberuð, ég veit það,
En öll umræðan þetta mál hefur það verið kappkostað það að þetta sé opið og allir hafi aðgang og annað slíkt og það var náttúrulega líka bara í kosningabaráttunni mjög mikið það að tala það að hafa allar ákvarðanir og allar upplýsingar leggja þar fram. En ég bara, þetta er risastór ákvörðun. Sama hvert verði farið, hvort að það verði byggt eins og bæjarstjóri var að kynna á fundinum fjárhagsáætlun sem að mjög fáir íbúar mættu á, að þar var kynnt að það kannski væri bara hægt að gera þetta fyrir miklu minni pening og gera eins og Skeið og Gnúpverjahreppur. Að byggja ákveðin bara skemmu. Frekar heldur en það sem er búið að teikna upp og það sem er verið að í rauninni koma til móts við óskir allra og bara enda líka orðið risastórt ef slíkt er byggt. Og ég held að við getum öll verið sammála eins og bæjarstjóri sagði á þessum fundum að það kemur ekki til greina að fara að byggja hér íþróttahús upp á 4-5 milljarða. Og ég held að hann hafi nú alveg örugglega haft þessi orð, hann sagði þetta mjög skýrt, að það kemur ekki til greina. Þannig að ég sé ekki að leggja honum orð í munni, ég veit að hann mun tjá sig þetta hér á eftir líka. En síðan ganga aðrir og segja að þetta sé hægt að gera þetta fyrir 800 milljónir, þetta sé ekkert mál, það er himinn og haf þarna milli. En þetta er stór ákvörðun og ég tel að þetta sé ekki vera ákvörðun 3 eða 7 kjörinna fulltrúa, heldur sé þetta ákvörðun sem við þurfum líka að leyfa samfélaginu að vera með okkur í. Og þess vegna kalla ég eftir því að þessar erindi sem komu þarna fram sem að varpa bara ákveðnu sjónarmiðum fram að þau séu líka opinber. Takk fyrir Ásgerður. Orðið er laust hér, við erum í fundi 11:55. Einhver sem vilja taka til orðs? Gjör svo vel. Eyrún. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Herðu, það er bara alveg rétt að það má vel tala þetta íþróttahús. Við lögðum alltaf upp með það að hver einasta ákvörðun eða þessi gögn sem að birtust yrðu birt. Það þýðir líka að allar vinnsluhugmyndir hafa verið birtar og þær hafa verið aðgengilegar sem og fyrstu kostnaðarplön og ég í rauninni sé ekkert athugavert það og er ánægð með að við höfum birt þessi gögn á þessum tíma. Ég sat ekki þann bæjarráðsfund þar sem að þetta erindi voru lögð fram en myndi sjálf hafa lagt til að þau væru lögð fram eins og öll önnur gögn sem hafa komið fyrir stýrihópinn. Þannig að sjálf myndi ég leggja til að fundargerð bæjarráðs væri breytt og þessi gögn gerð opinber. Mér finnst það bara sjálfsagt. Það að hins vegar að fara að ræða einhverja ákvörðun sem var tekin í morgun á fundi þegar ekki hefur verið rituð fundargerð eða birt, rökstuðningurinn hefur ekki verið birtur, þá finnst mér ekki kannski eðlilegt að við séum að ræða hana í þaula. Ég taldi mikilvægt á þeim fundi að allir aðilar sem höfðu skoðun í því máli, verandi hvaða skoðun það er, myndu hafa tækifæri á að birta sinn rökstuðning og þar með styðja sinn, einfaldlega rökstyðja sína ákvörðun. Og ég lagði áherslu á að það yrði gert á þriðjudaginn undir fundargerð bæjarráðs eins og öll önnur gögn þessa máls hafa verið birt. Þannig að það mun gerast og þá hafa allir fulltrúar tækifæri á að rökstyðja sína skoðun. Við erum búin að halda þó nokkra íbúafundi, við erum búin að fá þó nokkur erindi, við erum búin að halda mjög marga samráðsfundi. Það er ekki sá aðili í þessu sveitafélagi sem hefur ekki haft aðgengi að okkur til þess að ræða þetta, til þess að koma sinni skoðun á framfæri og til að tjá sig öll þessi gögn sem hafa verið birt. Þannig að mér finnst alveg í lagi að við, kjörnir fulltrúar í umboði íbúa, notum öll þessi sjónarmið, öll þau gögn sem liggja fyrir og gerum það sem okkur er falið að gera af lýðræðinu, að taka ákvörðun. Þannig að ég hlakka til að fá þessi gögn, fá þennan rökstuðning fyrir fund bæjarráðs í næstu viku og þá getum við svo aldeilis tekið umræðuna. En ég held að sé ekki íbúum sæmandi eða þannig að við fyrum að taka þessa umræðu hér þegar að íbúar hafa ekki verið upplýstir neina ákvörðun eða á hvaða grundvelli hún byggir. Takk. Takk fyrir. Eyrún, Sigurjón, þú varst notin við orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði að
koma að hérna undir þessum fundi bæjar á 11.55, mál nummer 1 sem var þar, það er fundur almannavarnanefndar og ég vil þakka Ásgerði fyrir það sem hún fór yfir hérna áðan. En þetta er alveg rétt, við höfum verið að ræða mikið öryggisinnviði og þetta er svona eitt af þessum þremur stóru málum sem við vorum að halda að öllu því fólki sem kom hingað í kosningabaráttu og fyrir það að halda að þingmönnum og ráðherrum og höfum verið að berjast okkur yfir orðið aðeins ágengt. Við vorum vissulega með viðbragð í sumar í Öræfum og hérna bæði hjá lögreglu og sjúkraflutningafólki og við höfum verið í miklu samtali við Vegagerðina og höfum verið að fá fjármagn þar inn í lagfæringu og vegöxlum og við erum að vinna í aðalskipulaginu, ætlum að fá færslu á veginum í Sandfelli og svo framvegis. Staðan er hins vegar þannig að gagnvart þjóðveginum sem er nú hættulegasti staðurinn hjá okkur núna hérna í Hornafirði að þá eru 15 einbreiðar brýr á þjóðvegi 1 á Suðurlandi og þar af eru 13 hér í Hornafirði. Og nýji vegurinn yfir fljótin verður mikil bylting fyrir okkur og þar kem ég aftur inn á eitt mál sem við höfum líka verið að berjast fyrir og kom upp hérna áðan sem er hringtorg á veginn í stað 2 stórhættulegra T-gatnamóta og einhvern veginn fáum við úrskurð frá Skipulagsstofnun núna það sem við erum send tilbaka en við erum að vinna í því hörðum höndum og ég hef ennþá trú á því að við getum fundið lausn þar á en við erum alveg við það að renna út á tíma þar. Og þessi hönnun sem var gerð á veginum á sínum tíma fyrir 20 árum byggði bara á forsendum sem ekki lengur á við. En innviðirnir sem að tengjast bæði öryggi íbúa og ferðamanna hérna, þeir eru mjög þandir. Og þessi reikniregla sem að er varðandi heilbrigðisþjónustu og löggæslu og miðast við íbúafjölda er í raun og veru úr sér gengin og það þarf að endurhugsa hana. Og í dreifbýlinu hjá okkur hafa orðið 5 banaslys á þessu ári. 3 á þjóðveginum, 1 á fjalli og 1 á jökli. Og þetta er bara grafalvarleg staða. En það er engin töfralausn í boði, en það er ekki boði að gera ekki neitt. Við erum með slökkvilið og björgunarsveit í Öræfum og ég vil þakka bæjaráði og hæstvirtum bæjarfulltrúa Ásgerði fyrir það frumkvæði sem við tókum í vikunni sem var það að taka af skarið og kaupa slökkvi og tækjabíl í Öræfin og slökkvilistjóri og sviðstjóri mannvirkjasviðs hafa þegar farið af stað og eru farin að leita að hentugum bíl. En eitt af því sem við þurfum að skoða með heilbrigðisyfirvöldum er hvort að og segjandi það, þá höfum við verið að reyna að taka þessa öryggisinnviða umræðu og reyna að kjarnana vegna þess að þú sittur á móti ráðherra og segir, það er ekki nægilega góður öryggisinnviðir og þá segja menn bara hvað ert að tala, hvað vantar ykkur, hvað viljið þið? Og við höfum verið að reyna að kjarna þetta til og eitt af því sem við höfum núna í samtali við heilbrigðisstarfsfólk hérna tekið ákvörðun er og kemur fram í bókun almannavarnanefndar er að berjast fyrir því að það verði búið til heilsugæslusel í Öræfum. Það verði fundið húsnæði eða byggt húsnæði þar sem að getur verið takmörkuð viðvera læknis og hjúkrunarfræðings ásamt því að viðbragðsaðili eru þá staðsettur þar og þar getum við fengið þjóðgarðinn líka til liðs okkur. Ég vil vekja athygli á því að HSU á Suðurlandi og viðbragðið þar er með vakt sem er í Þingvallaþjóðgarði þannig að frá morgni til kvölds. Þannig að þetta er algjörlega gerlegt og við þurfum að róa öllum árum á þetta verkefni núna og höfum verk að vinna og munum hvergi slá af í þessari baráttu og það er mikið samstaða þetta hérna hjá okkur. Svo aðeins varandi hérna í Íþróttahúsið, við heldum íbúafundi í síðustu viku og ég sagði þar og ég get sagt það hér að stýrihópur byggingu Íþróttahús er búinn að vinna mjög vel. Þetta hefur verið virkilega fagleg og vöndu vinna sem hefur verið leidd af sviðsstjóra fræðslu og frístundasviðs og Eyrún Fríða er formaður í stýrihópnum. Það er búið að vera mjög víðtækt samráð, fundir með haghöfum
í sveitafélaginu, fagfólki og ýmislegt. Þegar ég sá hins vegar kostnaðaráætlunina sem að kom í verkefnið og að þetta séu 4 til 5 milljarðar, að þá sér maður bara að það þarf að stilla okkur af eitthvað öðruvísi þarna. Þetta sveitafélag, jáfnvel þó að staðan sé góð, að þá erum við ekki að fara að byggja íþróttahús fyrir 4,5 milljarð. Og ég sé ekki fyrir mér að það sé skynsamlegt fyrir okkur að fara í verkefni á þessari stærðargráðu, það sem er hálfur milljarður í hönnunarkostnað og verkeftirlit. Það er eitthvað í þessum tölum sem að bara passar okkur ekki. Ég veit ekki hvort að maður eigi að nefna einhverja tölur, en í fjárhagsáætlun okkar og langtímaáætlun til ársins 2028, og ég ætla nú að fara aðeins yfir þá eftir þegar ég geri grein fyrir henni, að þá erum við með 2 milljarða á næstu 4 árum áætlaða í þetta verkefni. Og nú er ég ekki viss hvort það sé raunhæft, en helst myndi ég vilja sjá framkvæmdir við íþróttahús og gervigras fyrir þennan pening. En verkefnið er núna komið til fagfólksins okkar á mannvirkjasviði og þau hafa fengið boltann og það var óskað eftir því að þau myndu skoða þetta og meta frá kannski aðeins öðrum forsendum, öðrum byggingaraðferðum og öðrum leiðum til þess að sveitafélagið einfaldlega ráði við þetta. Vegna þess að ef þetta eru 4-5 milljarðar, þá bara er ekki skynsamlegt að fara í þetta. Þannig að ég bara vonast til þess að þeim muni ganga vel með sína vinnu hvað þetta varðar. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Við erum í fundargerð bæjarráðs nr. 1155. Orðið er áfram laust. Gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, umræðan þetta íþróttahús er náttúrulega hvergi lokið, því að við erum bara rétt að byrja, og eins og bæjarstjóri fór yfir að það er verið að fara yfir hönnunargögn og annað slíkt, og hvernig þetta hús verður, það bara kemur í ljós. En allavega ef að, bara eins og ég sett upp hérna með við þessar kostnaðartölur sem voru svona, sem eru í það ef að við fáum allt sem okkur langar í, allt sem alla langar í. Og ég hef hort á, og mér finnst eins og þessi fundir sem hafa verið haldnir, hafa verið svolítið svona óskalistafundir. Þú veist, það er verið að kalla eftir því hvernig myndi þið, ef þið þyrftuð að setja upp bara hvað vantar, og þá er það taka deildirnar það niður og annað slíkt og leggja það inn í, og þessi hönnun er út frá því sem að hefur búið að vera í gangi og þessi kostnaður. Þannig að þetta er í ekstrím, algjörlega í þeim enda. Og tekjur sveitafélagsins eru 4,5 milljarðir núna á ári, bara heildar tekjur sveitafélagsins. Þannig að ef að það væri verið að fara í einhverja framkvæmd, ef að það verði niðurstaðan, að það sé einhvers staðar í námunda við 4 milljarða, þá er það bara heildar tekjur sveitafélagsins á einu ári. Þá að sjálfsögðu er það ekki eitthvað verkefni sem að bara kjörni fulltrúar geta bara sagt, já, hei, ok, gerum þetta. Því að það er bara allt of stór, og það bara samkvæmt lögum að þá þurfa slíkar ákvarðanir að vera teknar á breiðari grundvelli. En auðvitað gerist þetta ekki á einu ári, við vitum það líka öll. Og myndi setja aðra framkvæmdir í algjörlega út í horn til lengri tíma. En það áttur að ræða þetta meira, það er verið að gera alls konar kannanir og skoða hvað er þetta að skera niður eða bara gera hlutin einhvern veginn allt öðruvísi, og ég fagna því að bæjarfulltrúin Eyrún Fríða sé sammála mér í því að þessi erindi sem komu inn til bæjarráðs, sem kom inn til stýrihópsins, það lá fyrir þar líka. Þannig að væntanlega hafa fulltrúar þar tekið það með inn í þá vinnu sem að þeir voru að vinna, að það sé opið þannig að fólk geti haft skoðun á málunum og geti tjáð sig og komið þá að hitt þessa ágætu fulltrúa sem er í stýrihópnum, því að ef það verður ekki boðið upp á fund, þá væntanlega taka þau bara alla sem vilja tjá sig í samtal, en ekki það að mér finnst þegar þetta komið lengra, þegar það ferð að sjá hvar þetta endar, að það sé tekin annar fundur, því að fyrri fundir voru í því hvað vantar, hvað viljiði, og sá pakki kominn
og ef það er gert allt sem allir vilja, við ráðum ekki við það, það þarf að fara aðra leið. Og hvernig verður hún? Og við möttum að ræða það alveg oft á mörgum sinnum, alveg örugglega. Takk fyrir Ásgerður. Ég skal bara taka skömmin á mig að hafa að því ég satt nú sem formaður í bæjarráðsfundi síðast þá tek ég skömmin á mig að hafa ekki birt þessi gögn en ég treysti því þá hún birtuð bara með fundargerðin á þriðjudaginn. En orðið laust gjörðu svo vel, það 3 hendur á lofti. Sigrún byrjar. Stefanía byrjar, því hún ólétt. Já, ég ætlaði líka bara því ég sat á bæjarráðsfund þar sem þetta ágæta íþróttahús var til umræðu. Ég man ekki sérstaklega eftir því að það hafi verið mótmælt að þessi gögn hafi ekki verið birt. Eða þú veist, það var ekki sem mótmælt að þau eru ekki birt. En ég vildi bara koma því á framfæri að ég set mig ekki á móti því að þau eru birt. Það er bara mjög eðlilegt og við sögðum það líka á fundinum. Það verður hægt að birta þau eftir á ef að við teldum ástæðu til og það er hægt að taka þau þá fyrir á næsta fundi og birta þau þar eða á þessum fundi sem var. Takk. Eyrún, þú varst búin að, viltu fá að svara þessu? Já, ég sé það alveg á þér. Þú setið ágætu bæjarfulltrúar, þegar maður biður að gögn séu birt og það er niðurstaða meirihlutann á fundinum að nei, við birtum það ekki, að þá bara er það niðurstaða. Að ég hef ekki verið að praktisera þannig að bóka það að ég baði þetta og þetta var ekki gert eða annað slíkt sko, eða ég sagði þetta og þá, þú veist, þannig að ég bara, mér finnst þetta svolítið skrítið að mér finnst það koma svolítið eitthvað undarlega fram að maður er að bóka mótmæli þegar að það er, þú veist, við erum í samtali. En ég meina það er allt í lagi að taka upp svoleiðis vinnubrögð. Ég meina bara besta mál ef að það er það sem þarf til þess að það sé sko ekki verið að skjóta þannig á. Já, ég bara minnst þetta algjörlega, ég er mjög hissa á þessu. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svo sem ekki kannski að blanda mér inn í umræðunum af hverju gögnin voru ekki birt, enda sat ég ekki þann fund. Ég ætlaði hins vegar að svara eins kannski þessu fyrirkomulagi hvernig þessar teikningar sem urðu til, eða hvernig sem eru til, af hverju þær birtust. Það er rétt að við byrjuðum á óskalista fundum. Af því við þurftum að sjá hvar þörfin lægi, hvart við værum að stefna og hver raunhæf framtíðarsýn væri. Það er mjög eðlilegt að byrja á þeim skala. Kostnaðarplönin komu svo út úr því og það er eðlilegt að við vinnum út frá þessu. Það er mjög eðlilegt að þessu gögn séu lögð fram til kynningar. Við vitum það líka að þetta er allt of dýrt og það held ég að sé enginn hér inni sem er ósammála á því að íþróttahús upp á 4 milljarða mun ekki ganga. Þess vegna er farið að leita núna annarra leiða, en ljóst er líka að ferlið kannski tekur allt of langan tíma ef að við bíðum eftir því að við munum öll fá teikningu af fullbúnu frábæru íþróttahúsi á viðráðanlegu verði upp í hendurnar. Við þurfum að taka ákvarðanir, við þurfum að fara að setjast niður, taka skref í áttina því að vinna að því íþróttahúsi sem að raunverulega er þörf á. Svo kemur fram áfangaskipting þar sem við munum þrepaskipta, en við setjum samt markið hátt. Við ætlum að búa til viðunandi og fullbúna aðstöðu fyrir okkar besta íþróttafólk. Það gerist kannski ekki allt í einu, það er allt í lagi, en við vitum allavega hvert við stefnum og við ætlum að uppfylla allar þarfir íþróttafélagsins. Takk. Takk fyrir. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Við erum í fundargerð númer 1155. Við þessu engin fleiri, ég vil enginn tala meira hana. Þá ætla ég að bera hana hér upp til atkvæða. Þeir sem er henni samþykki, við skýra merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við einmitt í 7. lið á dagskráni. Það var skemmtilegt. Það er fjárhagsáætlun fyrir árið 2025.
Hér kemur fullt af tölum og gögnum og hann Sigurjón ætlar að fá að bera þetta fram fyrir okkur og kynna fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla hérna að gera grein fyrir fjárhagsáætlun ársins 2025 ásamt langtímaáætlun til ársins 2028 og hérna með glærur til hliðsjónar og stuðnings og mér langar fyrst aðeins að byrja á því að sýna ykkur hérna hvernig íbúafjöldin hjá okkur hefur þróast frá árinu 2010. Og það áhugavert þarna að sjá að það talsvert svona brött fjölgun sem að verða hjá okkur núna á árinu 2024. Við erum orðin rúmlega 2700 en vöxturinn var svona hægari á milli árana 2010 og 2017 og svo komu svona þessi stóru ferðamanna ár 2018 og 19 og 20 og svo náttúrulega eðlilega að þá fækkaði aðeins þar sem að ferðaþjónustan og þetta dróst allt saman í hinum margumtalaða COVID. En það mikilvægt að hafa í huga að þessi fjölgun á forsendum verðmætasköpunar hjá okkur og það eru forréttindi að geta í raun og veru þróa sveitarfélagi með þeim hætti. En það áhugavert líka að sjá að Hornafjörður ekki bara hérna þéttbýlið inn á Höfn, við erum með Öræfi, Suðursveit, Mýrarnes og Lón sem eru gömlu hrepparnir, sveitirnar og hérna sjáum við fjölda íbúa eftir svæðum. Þá sjáum við þarna að Nes og Öræfi eru með ámóta íbúafjölda og Suðursveit aðeins þar á eftir og svo eru Mýrar og Lón smærri en Mýrar þó nokkru stærri. Og þegar við skoðum svo þessa mynd hérna að þá sjáum við þarna sveitirnar hjá okkur og hvernig aldursskiptingin innan íbúanna þess þýðis sem þar undir. Og þá áhugavert að sjá að í Öræfum og Suðursveit 50% á aldrinum 25 til 35 ára. Og þetta til marks náttúrulega mikla uppbyggingu í ferðaþjónustunni og mikið af ungu fólki sem að koma til okkar og starfa. Og það eru rúmlega 30% af íbúum sveitarfélagsins í dag sem af erlendu bergi brotin. Þetta eru áskoranir en þetta líka mikið tækifæri og í mínum huga birtist okkur þarna björt framtíð og mikið tækifæri. En aðeins forsendur í A og B hluta fyrir fjárhagsáætlunni hjá okkur að þá var útsvarsprósentan, hún óbreytt hjá okkur 14,97. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði, hann óbreyttur, hann var lækkaður á árinu 2023, var 0,41% árið 2022, hámarkið hérna 0,5. Nú fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði óbreyttir, 1,65, holræsagjald óbreytt og vaskgjald einnig. En sorpgjöld, samkvæmt gjaldskrá, þau hækka 10%. Það þannig með málaflokkinn, þennan mikilvæga og stóra málaflokk, sorpmálinn, að okkur ber að láta hann standa undir sér og við þurftum, það var óhjákvæmilegt að fara í þessa hækkun en flokkurinn í raun og veru stendur ennþá ekki alveg undir sér hvað þetta varðar. Nú helstu tölur þær að við ráðgerum að rekstratekjur í A-hluta á næsta ári verði 4,6 milljónir en þær voru áætlaðar 3,9 milljarðar í afkomuspá fyrir yfirstandandi ár og voru 3,7 milljarðar í niðurstöðunni árið 2023. Rekstragjöld í A-hluta á næsta ári áætluð 3,4 milljarðar en áætluð 3,3 milljarðar og 17 milljónir í útkomuspá þessa árs. Og í áætlun ársins 2025 niðurstaðan í A-hluta jákvæð sem nemur 287 milljónum króna. Í A- og B-hluta síðan gert ráð fyrir að rekstratekjur fyrir komandi ár verði 4,4 milljarðar en þær áætlaðar 4,4 milljarðar og 2 milljónir í útkomuspá fyrir árið 2024. Við erum með
frekar svona varfærna tekju áætlun hjá okkur og erum meðal annars búin að taka út úr líkaninu þær tekjur sem við fengjum í A- og B-hluta af loðnu vertíð. En það eru bara ekki nægilega gott útlit hvað það varðar. Nú, rekstragjöldin í A og B, eru 3.586 milljónir en eru áætlað 3.461 milljón króna í útkomuspá þess árs. Í áætlun 25 er síðan niðurstaða í A og B-hluta jákvæð sem nemur 392 milljónum króna og gangi þessi áætlun eftir þá ráðgerum við að samantekin veltufé samstæðu frá rekstri í A og B-hluta verði 826 milljónir og að fjárfesting þarna nemi 1.551 milljón króna. Nú það er fyrirhugað að greiða niður langtíma lána árinu 2025 fyrir 133 milljónir en samhliða verði tekin ný lánað upp að 650 milljónir króna og víkjum aðeins nánar af þessu á eftir. Helstu niðurstöður fyrir árið 2025 í samantekt eru þá þessar. Fjárfestingaráætlunni hjá okkur, þar gerum við ráð fyrir rúmum 1300 milljónum í fjárfestingu í A-hluta og 240 milljónum í B-hluta eða samtals 1.550 milljónir króna. Ný lán eru á áætlun 650 milljónir og handbært fé í árslok verði 109 milljónir króna. Framleiða hlutfalli hjá okkur er 80,7 sem er mjög sterkt og veltufjár hlutfalli 0,94. Skulda viðmið samkvæmt reglugerð er 52% og skulda hlutfall 76,3% í áætlun ársins 2025. Veltufé frá rekstri, það er að segja heildartekjum, er þá 18,7% í A og B og skulda þekjan 4,41, allt sem er umfram 1 bendir til þess að við getum staðið við okkar fjárhagslegu skuldbindingar. Þannig að á þessu má sjá að staðan er mjög sterk. Ef við skoðum síðan rekstratekjurnar þá sjáum við kannski einna helst þarna spáin, útkomuspáin 24, áætlun 25 að það er lítill munur þarna á milli en það er líka út af því að við erum ekki að gera ráð fyrir kraftmikilli loðnuvertíð í okkar tekjumódeli og erum að svona öðru leyti svona með þættina þannig sem okkur líður vel með. En svo er gert ráð fyrir því 26, 7 og 8 að það sé þá eðlilegur vöxtur þarna og þetta er í A og B-hluta, við athygli á því. Hérna eru þá rekstragjöldin í A og B-hluta. Í áætlun ársins 2025 gerum við þá ráð fyrir 3.586 milljónum og í útkomuspánni er þessi tala 3.461 milljón. Handbært fé hjá okkur. Í áætlun fyrir árið 2025 eins og áður sagði gerum við ráð fyrir því að það verði 109 milljónir en í útkomuspá fyrir 2024 er gert ráð fyrir 278 milljónum. Það er hins vegar þannig og það er rétt að vekja athygli á því að reksturinn á þessu ári, hann hefur gengið vel. Það er mikill kraftur í samfélaginu og atvinnulífið hjá okkur hefur blómstrað. Fyrir utan það að við fengum náttúrulega ekki loðnuvertíð síðasta vetur og vor. Við gerðum ráð fyrir því í áætlun ársins 2024 að taka 460 milljón króna að láni. Við höfum hins vegar ekki gengið á þá lánaheimild, höfum ekki frá því að þessi bæjarstjórn tók við tekið krónu að láni sem er frábært, samt verið að fjárfesta með miklum metnaði í okkar innviðum og í framtíðinni vil ég segja. En þessar tölur gætu eitthvað breyst ef við náum að ljúka árinu 2024 án neinnar lántöku. Þannig að þetta mun allt saman hafa áhrif á líkanið og inn í rekstur næsta árs. Nú afborganir langtímaskulda hjá okkur að við sjáum þarna í spánni 2024 að það er nokkuð mikið stökk í afborgunum af langtímaskuldum í A og B hluta fyrir árið 2024. En þetta skýrist að stórum hluta af því að það er yfirfærsla lána til Bríetar í tengslu við kaup Bríetar á 18 íbúðum sveitarfélagsins. Og við sýnum þetta svona í útkomuspánni, þetta er ekki greiðslustreymi úr okkar sjóðum en birtist með þessum hætti. Síðan í áætlun ársins 2025 er gert ráð fyrir 133 milljónum í afborganir af langtíma skuldum.
Veltufé frá rekstri stærð og kennitala sem að skiptir okkur miklu máli. Það hefur verið að styrkjast. Í spánni fyrir 2024 gert ráð fyrir 736 milljónum. Það í mínum huga varfærið og í áætlun 2025 826 milljónum króna. Og þetta í raun og veru sá peningur sem stendur eftir þegar búið að greiða fyrir rekstur og afborganir af lánum. Við gerum ráð fyrir því að rekstrarniðurstaðan í A og B hluta á næsta ári verði þannig jákvæð 392 milljónir króna og í spánni árið 2024 gert ráð fyrir 564 milljón króna jákvæðri afkomu af sveitasjóði í A og B hluta. Aftur vil ég halda til haga að öllum líkindum munum við ekki þurfa að ganga á lánaheimildin okkar sem 460 milljónir fyrir nústandandi ár og það mun lækka í raun og veru hagnaðinn eða þessa jákvæðu rekstrarniðurstöðu eitthvað sem bara mjög ánægjulegt. Varðandi skuldaviðmið og skuldahlutfall að þá sjáum við að frá árinu 2022 hefur þetta verið að lækka. Í spánni fyrir árið 2024 þar sem við sjáum skuldahlutfallið í 62% að öllum líkindum mun þetta enda lægra aftur ef við þurfum ekki að ganga á lánaheimildina sem að aftur hríslast þá inn í næsta ár. En með öllum þessum fjárfestingum sem við stöndum í núna gerum við það ráð fyrir því að fara í 76% í skuldahlutfalli á árinu 2025 og svo upp í 85% á árinu 26 og 7 áður en við förum að lækka aftur. Og ég bendi á að meðaltal sveitarfélaga og hámarksskuldaviðmið þarna á myndinni í rauðu og appelsínu gulu. Framkvæmdirnar hjá okkur, það eru miklar framkvæmdir. Við áætluðum sem sagt á grafinu sem vinstra megin á skjánum að þá samtals A og B hlutin og síðan eru sömu súlur nema skipt upp í skiptingu fjárfestingar á milli A og B hluta. Þarna sjáum við að við vorum með áætlaðar 1344 milljónir í A og B hluta fyrir árið 2024. Í útkomuspánni gerum við ráð fyrir því að við séum að fjárfesta og við náum að fjárfesta fyrir 1.068 milljónir. En síðan mjög metnaðarfull áætlun fyrir árið 2025 þar sem við erum með 1.551 milljón í fjárfestingaráætlun og 1.250 milljónir 26, 830 og 675 árið 2028. Og aðeins mynd af svona okkar stóru verkefnum en það þannig að það eru 3 verkefni í fjárfestingaráætlun fyrir árið 2024 og 2025 sem að taka langstærstan hluta af okkar fjárfestingum. Í fyrsta lagi þetta hjúkrunarheimilið og við vitum öll að húsið dýrt, það kostar sveitarfélagi mikið. Heildarkostnaður sveitarfélagsins við þetta hús þegar yfir lýkur mun verða 700 milljónir sem bara stór pakki fyrir sveitarfélag sem ekki nema 2700 íbúar í málaflokki sem í raun og veru ekki á hendi sveitarfélagsins. En við fáum hins vegar glæsilegt hús og við erum líka að byggja kapellu, við erum að byggja líkhús og við erum að byggja glæsilegt eldhús sem mun sjá bæði íbúum. Þarna líka okkar skólabörnum og öðrum fyrir mat sem mjög gott. Í öðru lagi vil ég nefna viðbyggingu við leikskólan sem líka frábært verkefni sem við erum í. Þar erum við að bæta við 2 deildum við húsið, að vísu fjölgar ekki á skólanum. Við erum með 7 deilda skóla núna en ungbarnadeildin í raun og veru í stakstæðu húsi sem aðeins frá leikskólanum en þarna mun allt verða farið inn í raun og veru sömu bygginguna og afskaplega metnaðarfullt og glæsilegt verkefni sem gengur vel. Unnið að verktökum hérna á svæðinu og þarna eru Hornfirðingar að byggja glæsilega viðbyggingu. Svo vildi ég nefna Sindrabæ sem niðri þarna hægra megin. Það líka mjög stórt verkefni sem við erum í og bara Sindrabær og leikskólinn taka til sínum 800 milljónir á þessu 2 ára tímabili, 2024 og 2025. En aftur Sindrabæ,
Ég er ekki viss að allir gerir sér bara grein fyrir því hvað þetta hús mun breyta miklu fyrir okkur. Ekki bara fær tónskóli Austur-Skaftafellssýslu alveg stórkostlega aðstöðu og okkar nemendur og kennarar þar. En þarna verður fyrirlestrasalur, þarna verður hægt að halda tónleika, halda böll og svo framvegis og framvegis. Og þetta er algjörlega frábært verkefni sem aftur er unnið af okkar frábæru verktökum hérna í Hornafirði sem að gera þetta vel. Þetta eru svona þessi 3 verkefni sem hafa verið að taka svona stóran hluta af fjárfestingaráætlunum núna síðasta árið og á næsta ári og vissulega hjúkrunarheimilið aðeins þar á undan líka. Síðan vildi ég ræða þarna aðeins nýtt hagahverfi og við sjáum þarna að með tilliti til alls þessa sem við höfum verið að vinna í hagahverfinu þá var tekin ákvörðun að fara í áfanga 3 að byrja á að bjóða út lóðir þar. Og það var ekki síst líka tekin ákvörðun vegna þess að við vorum með góða jarðvegsrannsóknir af svæðinu og töldum líklegt að það væri svona heppilegt að byrja á áfanga 3. Svo sjáum við þetta nýtt íþróttahús, að í nýju íþróttahúsi þá er hérna náttúrulega á þessu ári gerum við ráð fyrir í fjárfestingaráætlun 200 milljónum og fram til ársins 2028 eru þetta 2 milljarðar. Og ég vildi halda þið bara til haga hérna, það er nú búin að vera umræða á fundunum íþróttahúsið. Það er ekkert vit í því að ætla sér að fara vinna meira með þessa kostnaðaráætlun sem var gerð í húsið. Og þess vegna hefur okkar góða fólk hér á mannvirkjasviði sem að telur sig geta í raun og veru gert hlutina með öðrum hætti án þess að vera slá stórkostlega af gæðum eða því sem að við þurfum að fá við íþróttahúsið. Og ég sagði það áðan og ég segi það hér að við erum að leggja þessa langtíma áætlun fram að því að við höfum trú á hana og við höfum trú á því að við getum reist hérna glæsilegt íþróttahús og farið líka langt með gervigras fyrir þessa 2 milljarða sem eru í áætlun hjá okkur og verið að dansa þarna í kringum 85% í skulda hlutfalli sem að okkur má alveg líða ágætlega með. Á miðjumyndinni síðan fráveitan og þetta verkefni hefur kannski ekki fengið mikla athygli hjá okkur en þetta er líka mjög mikilvæg framkvæmd þar sem við erum að tengja frá Leiðarhöfða og út í Ósland og þetta er fráveitu áfangi 4A. Í fráveitu áfanga 4B að þá munum við síðan tengja héðan frá Nýheimum yfir Sandbakkann og yfir í Leiðarhöfða og þá erum við komin með bæinn inn á hreinsistöðina og við höfum staðið okkur vel í fráveitumálum og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur ekki síst þegar að við viljum vera þar að svona sjálfbærni og að ganga vel náttúruna hér í ríki Vatnajökuls sé eitthvað sem er yfir og allt umkring. Svo lögðum við sem búið að fara yfir á þessum fundi 18 eignir inn í Bríeti og þetta eru eignir sem að sveitarfélagið þurfti ekki að eiga með tilliti til félagslega kerfisins okkar og við gátum lagt þetta þarna inn til Bríetar. Þetta straumlínulagar hjá okkur vinnuna, reksturinn verður hagkvæmari og ódýrari en þetta tryggir líka virkan leigumarkað hér á Höfn. Nú þarna mynd af glæsilegri slökkubifreið, þessa bifreið keyptum við fyrir 120 milljónir, fengur reyndar endurgreiddan virðisaukaskatt en hún kostar okkur 100 milljónir, hún kom á árinu og það er gaman að segja frá því að við erum í núverandi fjárhagsáætlun með áætlun og byrjuð að skoða strax að kaupa slökkvi og tækjabíl í Öræfasveit eða í Öræfi sem okkur vantar og ég gerir ráð fyrir því að slökkvistjóri og sviðstjóri mannvirkjasviðs muni kjölfarið á því að þessi áætlun verður vonandi samþykkt, beita sér fyrir því að finna þann bíl og þjálfa á hann góðan hóp fljótlega. Hringtorgi, við erum aðeins búin að ræða það og Sindrabæ erum við búin að ræða. Hérna síðan nokkur dæmi, þetta er ekki tæmandi listi þær framkvæmdir sem í gangi en þarna sjáum við að á árinu sem sagt bláa línan sem dökk árið 2025 og ég er búin að draga svona rauða kassa yfir svona það sem ég vildi kannski draga athygli ykkar að. Hjúkrunarheimilið að við gerum ráð fyrir því að kostnaðurinn á þessu ári að hann verður 200 milljónir og 250 milljónir á næsta ári og þið sjáið að við erum
að ljúka í raun og veru framkvæmdum þá á næsta ári og gerum ekki ráð fyrir kostnaði árið 2026, 7 og 8. En byggingin gengur ágætlega, það er alltaf fullu núna og allir að leggja sig fram og ég vonast til þess að okkar íbúar geti flutt inn í nýja húsið okkar mánaðamótin mars-apríl. Nú svo Sindrabær þarna, við gerum ráð fyrir 215 milljónum bara í endurbætur á húsinu á næsta ári en síðan ýmis búnaður og stofnbúnaður þarna aukalega, þannig að þetta ansi há fjárhæð á næsta ári. Leikskólinn, hann hefur verið svolítið framþungur í framkvæmdum og það hefur gengið mjög vel. Við munum taka hann í notkun á tilsettum tíma og þið sjáu líka að þarna stofnbúnaður, gert ráð fyrir stofnbúnaði líka. Bæði í nýja húsið en við munum líka aðeins laga til og kaupa inn í gamla húsið. Og síðan þarna íþróttahús, hönnun og bygging, að þá sjáu þið árinu 2025 eru 200 milljónir áætlaðar í þetta verkefni, 800 árið 2026, 600 og 427 og 28. Svo slökkubíllinn, 25 milljónir sem við ætlum að kaupa í Öræfi á næsta ári, en þið sjáu líka að það eru 40 milljónir á árinu 2027 sem við gerum þá ráð fyrir því að þurfa að kaupa stigabíl fyrir slökkuliðið. Og þetta finnst okkur bara skipta miklu máli. Við erum stundum að tala það að stjórnvöld standi sig ekki nægilega vel með sína öryggisinnviði, en við viljum þá tryggja að við séum með okkar á hreinu áður en við förum að benda á einhvern annan og við höfum staðið okkur vel hérna og við ætlum að gera það. Nú í B-hlutanum síðan fráveita áfangi 4, þar eru 80 milljónir í áætlunar næsta ári og svo liður númer 2 sem heitir Bræðslubryggja. Við vorum með Miklagarðsbryggju áætlaða þarna inni en tókum ákvörðun í hafnarstjórnum að fara fyrst í Bræðslubryggjuna og það í samgönguáætlun gert ráð fyrir þessu á næsta ári og ég vona að hún verði nú samþykkt sem allra fyrst. Og síðan það Hagahverfi, það sem þarna including segir, tenging við Leirusvæði, við erum með 110 milljónir þar í lagnakerfi sem að tengist nýja hverfinu okkar. Nú og ég get ekki sleppt í að minnast síðan á það sem að gerast í einkaframtakinu hér í Hornafirði. Nú á síðasta ári þá tókum við náttúrulega í notkun nýtt hótel á Reynivöllum sem stórkostleg framkvæmd. Við fáum nýtt skip, Skinney að kaupa nýtt skip og það mun samkvæmt áætlun koma til okkar á árinu 2025 í nóvember. En ekki alltaf þannig að þegar verið að smíða stór skip að þau tefjast eitthvað en við skulum vona að það gangi eftir. En á myndinni sjáu þið Hákon, hann í eigu Gjögur frá Grenivík en Skinney í sambandi við Gjögur og Hákon að stórum hluta að leggja sinna afla upp hér í Hornafirði sem frábært. Nú í síðustu viku komu síðan aðilar frá Bláa lóninu til okkar og kynntu sínar fyrstu hugmyndir uppbyggingu í Hoffelli sem verkefni sem á fleygiferð og var funda bæði hérna með bæjarstjórn og svæðisráði Suðsvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Algjörlega stórkostlegt verkefni sem dýrmætur segull fyrir okkur hérna í Hornafirði og mun hafa ýmis jákvæð hliðaráhrif. Ný verslunarmiðstöð, við vorum að úthluta lóðinni í síðustu viku og ég vonast til þess að leið og frost farið úr jörðu að við getum tekið hér skóflustungu að nýrri verslunarmiðstöð sem þá rétt fyrir norðan nýja íbúðahverfið í Hagahverfi. Nú nýr miðbær eins og við vitum öll þá hefur hann verið í hönnun og vinnslu og við bindum ennþá vonir við að það verði farið í fyrsta áfanga af þessu en við vitum ekki nákvæmlega neina tímaáætlun hvað það varðar. Nú síðan ný björgunarmiðstöð að rísa og alveg hreint ótrúlegt hvað það mikið að vera hjá okkar björgunarfélögum, bæði Kára í Öræfum og ekki síður hjá björgunarfélagi Hornafjarðar. Og þeir að fara að byggja þarna alveg stórkostlegt hús og hafa fjármagna það að mestu leyti. En það meira sem að vera hjá björgunarfélaginu vegna þess að þeir eru líka að fá nýtt björgunarskip. Fyrirgefið ég segi þeir, ég ætla að segja þau. Þau eru líka að fá nýtt björgunarskip á miðju ári hjá okkur. Og þannig að þetta algjörlega stórkostlegt. Síðan sjáum við þarna á myndinni neðarlega til vinstri að það mikil uppbygging hjá Skinney Þinganes að þeir eru búin að taka uppsjávarverksmiðjuna hjá sér og snýta henni og hafa verið miklu framkvæmdum og síðan eru þeir að byggja þarna eins og sjáum á neðsta myndinni alveg stórbrotna framkvæmd sem er frystiklefi sem að verður heilmikið kennileiti hérna fyrir sveitarfélagið.
Svo eru bara að rísa hús allan bæ og náttúrulega fljótavegurinn að koma hjá okkur líka. Þannig að ef við tökum aðeins saman áherslurnar í fjárhagsáætlun árun 2025 og langtímaáætlun til 2028, þá er áherslan á sterka innviði og betri þjónustu. Það metnaðarfull áframhaldandi uppbygging innviða. Við erum í umfangsmiklum fjárfestingum. Við erum að standa vörð grunnþjónustu og auðvitað forgangsröðum við fyrst og fremst í skóla- og velferðarmál sem eru langstærsti málaflokkurinn hjá okkur. Við stillum álögum í hóf og almennar gjaldskrár hækka í raun og veru ekki umfram 3,5%, það að segja þær gjaldskrár og sú viljayfirlýsing sem kom frá bæjarstjórn hérna í tengslu við kjarasamninga var að hækka ekki umfram 3,5%, það sem tengdist börnum og barnafjölskyldum, barnafjölskyldum afsakið, en að vísu kemur þarna inn að sorpgjöldin eru að hækka og þau bera niður alveg á línuna. En reksturinn góður, við stöndum áfram vörð traustan og ábyrgan rekstur og þess vegna get ég bara sagt það þegar ég rak augun í það að það var komin kostnaðaráætlun í íþróttahús sem var eitthvað í áttina að 5 milljörðum, þá bara þurfum við að staldra við og segja bara, heyrðu, við þurfum bara að stilla okkur af og við þurfum að vera innan þessum okkur líður vel með og við þurfum bara að framkvæma innan þess, annars gerum við þetta ekki. Það markvisst viðhald á okkar fasteignum. Við erum í mjög markvissum viðhaldsframkvæmdum og það gaman að við eigum hérna félagsheimili í sveitunum hjá okkur og við höfum passað það í gegnum tíðina að halda þessum húsum við. Við erum ekki komið með neitt einhvern veginn út í skurð og það skiptir svo miklu máli að því við vitum bara þegar að sveitafélög og ríki að ef það eitthvað slakað á þarna þá kemur það illa í hausinn á okkur. Nú, sveitafélagi stendur vel, það uppfyllir alla reglur og fjármálareglur, þannig að ég bara stoltur að því að leggja þessa fjárhagsáætlun fram og leggja hana til ykkar til samþykktar. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón, fyrir góða yfirferð. Orðið hér gefið laust fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og framhaldið. Eyrún Fríða hefur beðið orðið, gefið með vink hérna. Gjörðu svo vel, Eyrún. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það alltaf ánægjulegt að kynna fjárhagsáætlun næsta árs. Í henni endurspeglast áherslu bæjarstjórnar fyrir næstu ár og nú leggjum við fram 3. fjárhagsáætlun þessara bæjarstjórnar til síðari umræðu. Mér langar kannski að byrja fyrst á að þakka öllum sem hafa komið að vinnu þessara fjárhagsáætlunar. Starfsfólk okkar á fjármálasviði, ásamt sviðsstjórum og öllum okkar forstöðumönnum þakka ég innilega fyrir þeirra vinnu. Þá vil ég líka þakka öllum kjörnum fulltrúum sem hafa komið að vinnunni fyrir samstarfið. Þetta nefnilega eitt mikilvægasti hlutinn þegar unnið áætlun næstu ára að öll sjónarmið komist að borðinu þar sem áætlunin þarf að hlúa raunverulega að öllu sveitarfélaginu. Í áætluninni má sjá að við gerum okkar besta til að stilla upp raunhæfri tekjuáætlun og gjaldskrám hefur verið stillt í hóf eins og bæjarstjórn samþykkti samhljóða þegar langtíma kjarasamningar á almennum markaði voru undirritaðir. Eina gjaldskrám sem tekur einhverjum hækkunum gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar í takt við lög um málaflokkinn sem krefja sveitarfélagið að innheimta gjöld sem standa undir kostnaði. Nú með þessari hækkun og ýmsum öðrum hagræðingum í málaflokknum erum við að nálgast það að uppfylla þau lagaákvæði sem mjög gott. Á árinu höfum við einnig unnið að yfirferð samninga við ýmsu félagasamtök og stofnanir til að tryggja bæði þeim og sveitarfélaginu fyrirsjáanleika. Stærsta skrefið var tekið þann 1. desember síðastliðinn þegar nýr samningur við ungmennafélagið Sindra var undirritaður á 90 ára afmæli félagsins. Í fjárfestingaráætlunum má sjá að unnið ötullega því að framkvæma þá hluti sem lagt var upp í málefnasamning KOD-lista sem vissulega hafa notið stuðnings allra bæjarstjórnar og ég tel að almennt hafi ríkt mikil sátt verkefnin. Unnið að stækkun leikskólans, byggingu hjúkrunarheimilis og endurbótum á Sindrabæ. Framkvæmdir við nýtt íþróttahús munu öllum líkindum hefjast næsta vor og undirbúningur við fyrstu lóðir í nýju hagahverfi munu einnig hefjast innan skamms. Þrátt fyrir að unnið sé að metnaðarfullum og stórum framkvæmdum þá einnig unnið að öðrum smærri. Dreifbýlið hefur fengið verðskuldaða athygli síðustu ár og hafa hverfisráðin tekist vel sem vettvangur íbúa til að koma sínum málefnum á framfæri. Á sama tíma hafa félagsheimilin fengið viðhald og nýjan búnað sem auka ennþá nýtingu þeirra og tækifæri íbúa til félagslífs og annarra iðju í dreifbýli. Þeirri vinnu hvergi nær lokið og næsta ári verður haldið enn áfram með frekari vinnu til að efla dreifbýlið.
Við höldum áfram að leggja áherslu á opin svæði, leikvelli, stígagerð og aðrar smærri framkvæmdir til að bæta aðstöðu íbúa víðsvegar. Við höldum áfram að uppfæra búnað í stofnunum okkar og tryggjum það að nýr leikskóli, Sindrabær og hjúkrunarheimili verði til fyrirmyndar þegar þau verða tekin í notkun. Það engin skortur á verkefnum, metnaði eða hugsjón hér í sveitarfélaginu og ég tel að þessi fjárhagsáætlun sýni það í verki. Við stefnum ótrauð að því að styrkja innviðan okkur enn frekar, auka framboð á lóðum en langmest að efla þjónustu við íbúa og gesti. Í 3 ára áætlunni sést að þessi samfélagslega hugsjón mun að sjálfsögðu krefjast útgjalda og áætlað í fyrsta sinn í þó nokkur ár mun skuldahlutfall sveitarfélagsins hækka. Hins vegar þá góð staða sveitarsjóðs og skuldahlutfall ekki endanlegt markmið eitt og sér. Þau eru einfaldlega mælikvarði á hversu vel við stöndum fjárhagslega og hversu mikið svigrúm við höfum í rekstrinum. Ljóst þó að ef að fjármagnið ekki að nýtast í þjónustu og uppbyggingu, þá góð staða sveitarsjóðs eða lágt skuldahlutfall fremur marklaus tala. Árangur sveitarfélagsins ekki eingöngu mældur í þessari fjárhagsáætlun en í neinni annarri. Hann ekki síst mældur í því hversu gott að búa hversu vel atvinnulífi okkar blómstrar, hversu börnunum okkar líður vel í skóla og hversu vel við styðjum við hvort annað. Sveitarsjóður verkfæri sem við notum í þessum tilgangi en staða hans ein og sér verður aldrei mælikvarði á árangur eða velsæld íbúa. Þannig að það mér bara mikil ánægja að greiða atkvæði með þessari fjárhagsáætlun. Hún, líkt og samfélagið okkar allt, einkennist af bjartsýni og metnaði á fyrir komandi tímum og sýnir vel hversu öflugu sveitarfélagi við búum í. Takk. Takk fyrir Eyrún. Orðið laust, gjörðu svo vel. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það ég held ég hafi nú sagt það oft í gegnum tíðina að við erum öfundsverð hér fyrir stöðu sveitarsjóðs og höfum verið lengi og sem betur fyrir hefur ekkert komið upp á þannig að það hafir sett stöðu sveitarsjóðs eitthvað á hliðina en auðvitað alltaf nóga verkefnum að takast á við og talanum kemur í svona stóru sveitafélagi. Og það hefði verið gaman að halda áfram með breytingar í Hógarði og annað slíkt sem að í rauninni eru settar aðeins á bið. Þarna loftræstingin þar til dæmis kemur í lok þessa tímabils og annað slíkt og eins og við vitum að þá salurinn þar og eldhús og annað slíkt komið á tíma. En það ekki komin tími í fjárhagsáætlun. En það margt gott og það bara ekki spurning að það mikill metnaður og margt sem að í vinslu og við sjáum það líka í 3 ára áætluninni að það svigrúm fyrir nýja bæjarstjórn 26 að taka inn ný verkefni þar sem að framkvæmdafé dettur niður í 625 milljónir þarna í endan og við vitum að og eins og komin á síðasta fundi að þá það auðvitað ekki tala sem að ég held að nokkur bæjarstjórn muni vinna með nema að það verði eitthvað áfall í samfélaginu. En hins vegar finnst mér pínlítið skrítið að vera fjallum fjárhagsáætlun áður en að við klárum gjaldskrár sem að fjárhagsáætlun byggir á og eru afgreiddar af bæjarstjórn. En ég geri mig grein fyrir því að það afar ólíklegt að þær taki breytingum hér. En mér finnst þetta prinsippmál og hef talað það áður og bent á það en ég ákvað að hætta þessu suði og vera ekki að tala það en gjaldskrá sorpsins kemur á eftir. Við erum búin að samþykkja fjárhagsáætlun sem byggir á þessari gjaldskrá. Þannig að ég vil bara beina til forseta bæjarstjórnar eins að hafa þetta í huga þegar að vera að ræða upp dagskrá. En kannski það bara ég. En síðan líka ákveðin liður sem að fjallar kjörina fulltrúa. Það komin upphæð inn í fjárhagsáætlun sem að ekki hefur fengið samþykki bæjarstjórnar. Þannig að þetta eru atriði sem skipta máli og við fengum sent ágætt minnisblað frá bæjarstjóra þær breytingar sem hafa verið gerðar á milli umræðina. Sumt af þessu sakna ég hafi ekki verið mikil umræða í bæjarráði og einnig líka að það voru ákveðnar umræður á vinnufundinum okkar varðandi stofnbúnað til dæmis og svona að trappa hann í til dæmis leikskólanum sem að
ekkert var svo rætt í bæjarráði á milli eftir þann fund og ekki gerða neina breytingar. En auðvitað er þetta heimild og við getum ennþá unnið með hlutina. En mér langar til þess að spyrja bæjarstjóra hvort það sé, ég hef á tilfinningunni eitthvað að það sem kemur hérna fram í minnisblaðinu hafi verið gert eftir að bæjarráðs vísaði fjárhagsáætluninni til bæjarstjórnar. Þarna eru svona einhverjar tiltektir varðandi launaáætlun og annað slíkt og því vil ég spyrja hvort það sé rétt hjá mér eða hvort það sé bara einhver tilfinning sem er ekki á rökum reist og hvort það hafi eitthvað fleira heldur en slökkviliðsbíllinn breyst eftir fund bæjarráðs á þriðjudaginn. Takk fyrir Ásgerður. Sigurjón, viltu svara núna eða er fleiri sem vil taka til máls? Já. Sigurjón svarar. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Á milli umræðina voru nokkuð margir þættir sem að breyttust hjá okkur bæði í framkvæmdaáætlunni og þetta er rakið í minnisblaðinu sem ég sendi á okkur. Launakostnaðurinn breyttist líka aðeins. Jöfnunarsjóður, það var lækkun þar og þar var bara þurftum við að fara í takt við uppfærða áætlun. Við uppfærðum einnig afborganir langtímalána vegna samningsins við Bríet. Frá þriðjudegi til núna. Þá bættist við slökkubifreið í Öræfi og kostnaður sameiginlegur kostnaður í markaðsmálum sem var held ég 1 milljón og ekkert annað sem að ég man eftir. Það breytist, það bætist bara við slökkubíll í Öræfi. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls undir liðunum fjárhagsáætlun. Ásgerður staðinn upp, þannig að ég reikna með því að hún vil taka til máls. Forseti, getur bæjarfulltrúar það var ekki til þess að ógnaður. Ég er svo niðursokkin í hérna. Já, ég vissi að við ræddum slökkviliðsbifreiðina. En þarna af því að í minnisblaðinu sem að kom og er undir málinu að þá eru ýmis atriði sem að við höfum ekkert verið að ræða í bæjarráði sem að kemur núna fyrir bæjarstjórn og þess vegna var ég að velta því fyrir mér að því að þetta eru mörg skjöl og þetta eru margar tölur og þegar einn hreyfist að þá hreyfast aðrar eins og hefur verið komið fram á inn á að þannig að þess vegna spyr ég að þessu. Því að, sko, þú talar þarna einhverja milljón hér og í sameiginlegan kostnað og eitthvað svoleiðis, sko, og það kann að vera bara eitthvað smotteri. En þegar að bæjarráð er búið að vísa fjárhagsáætlun til bæjarstjórnar. Við vorum með slökkviliðsbílninni, það var bara tekin ákvörðun það. En þegar að fjárhagsáætlun er vísað á bæjarráði til bæjarstjórnar, þá í rauninni má ekki gera neinar aðra breytingar heldur en það sem að er ákveðið af fundinum. Og það er, og þú veist, og það er kannski það sem ég er að leggja áherslu á hérna. Mér finnst, þetta er svo óskýrt að það hefur ekki við að tala ákveðna hluti á vinnufundi sem að koma svo ekki til umræðu inn í bæjarráði. Síðan er verið að gera alls konar breytingar sem að við erum ekki meðvituð og svo kemur eitthvað skjal og bara hvenær var þetta gert og þú veist það ekki. Og það er ekki góður praxis og það er óþægilegt. Þannig að það er, og í rauninni að þá er skjölin eða það hafa orðið fyrir breytingum eftir fund bæjarráðs og þá er það ekki, við megum ekki vinna með það skjal. En auðvitað verða breytingar og það þarf það bara að taka þær upp í nýju viðauka á nýju ári og laga. Því að hverjum degi er eitthvað sem breytist.
fyrir Ásgerður. Nú fæ ég hérna eitt fingur á loft frá Sigurjóni. Það reikna með því hann vilji fá að svara. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það voru engar breytingar fyrir utan slökkubílinn í Öræfi frá umræðinni á þriðjudag. Engar. Hitt var í síðustu viku eitthvað tíma, síðan farin að rugla saman. Takk fyrir, Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þá ætla ég að bera upp til atkvæða þennan lið, fjárhagsáætlun 2020 fyrir árið 2025 og framkvæmdaáætlun fyrir 2025-6, já, bera þetta upp til atkvæða. Ég var nú ekki með blaði hérna, svo ekki við. Já, þetta er sem fjárhagsáætlun fyrir 2025. Ég ætla að bera það hérna til atkvæða, þessi með þessu samþykki vinsælst gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá, já Stefánía, þá hefur óskað hérna, þetta er fundarhlé, það hefur verið búin að tala hér í 2 tíma, hún tökum við hlé í 5 mínútur meðan að fólk getur staðið upp aðeins og fengið sér kaffi. Augnablik, takk fyrir. Takk fyrir þetta og höldum við áfram fundi. Fundarhlé lokið. Þá fyrir við lið nr. 8. Það er gjaldskrá 2025 fyrir sorpstöð úrgangs á Höfn í Sveitarfélaginu Hornafirði. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til 10% hækkun á alla gjaldflokka og að keypt verði vigt fyrir minni farm á móttökustöðuna. Með þeim skrefum sem tekin hafa verið og þessari hækkun er sveitarfélagið langt komið með að uppfylla ákvæði laga að málaflokkurinn standi undir sér. Gjaldskrá fyrir árið 2025 5 sorphirðu er hér lögð fram og orðið er laust, gjörið þessu vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá fyrir árið 2025 fyrir sorphirðu og sorpeyðingu. Þeir sem eru þessu samþykki vinsælst gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við lið nr. 9. Það er samþykkt kjör fulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur á síðustu árum unnið að úrbótatillögum til að bæta starfsaðstæður kjörinna fulltrúa. Verkefnið er hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda á sviði sveitarstjórnarmála og er ætlað að sporna gegn óvenju mikilli endurnýjun kjörinna fulltrúa með tilheyrandi áhrifum á sveitarstjórnir. Ein af lykilástæðum þess að mikil endurnýjun
er á meðal kjörinna fulltrúa er að erfitt getur reynst að samþætta störf sín í bæjarstjórn við annað launað starf. Ein af aðgerðum sem að sambandið hefur lagt til er viðmiðunartafla laun kjörinna fulltrúa. Markmiðið með slíkri töflu er að tryggja að kjörnir fulltrúar hljóti laun í samræmi við álag og vinnustundir á mánuði og auðvelda þeim að minnka við sig í öðrum störfum til að sinna sveitarstjórn. Samkvæmt viðmiðunartöflu sambandsins er lagt upp með að sveitarfélög með íbúa á bilinu 1.500 til 3.000 íbúa greiði sveitarstjórnarfulltrúum að bilinu 11,67 til 16,6% að þingfara kaupi. Bæjarstjóri leggur því fram, Bæjarstjóri leggur því fram endurskoðað samþykkt kjörinna fulltrúa út frá þessu viðmiðun sambands íslenskra sveitarfélaga. Það hefur verið lagt til fram. Og Eyrún Fríða, ég gef fyrir orðið laust og Eyrún Fríða búin að gefa með vink, þannig að hún vill orðið. Gjörðu svo vel, Eyrún. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði eiginlega bara að þakka bæjarstjóra kærlega fyrir að vinna þessi drög að nýrri samþykkt. Það er flókið ábyrgðarmál að kjörnir fulltrúar samþykki sín eigin laun og því vil ég leggja kannski áherslu á að þessar breytingar snúa eingöngu að því að færa samþykkt þessa sveitarfélags í samræmi við þessi viðmið unnin af sambandi íslenskra sveitarfélaga. Markmið sambandsins er að gæta jafnræðis á milli kjörinna fulltrúa og gæta sanngirnis í launagreiðslum til að sporna gegn þessari hröðu endurnýjun á sveitarstjórnarstiginu. Og hröðu endurnýjun reynir sveitarfélögum nefnilega afar flókin þar sem að dýrmæt reynsla og þekking tapast þegar kjörnir fulltrúar fá ekki greitt í samræmi við vinnuálag. Það er öllum til hagsbóta að þessar upplýsingar séu gagnsæjar og skýrar og því vil ég þakka sambandinu fyrir að hafa gefið út þessi leiðbeinandi viðmið og bæjarstjóra fyrir að leggja til þessa tillögu. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vil taka til máls? Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu varðandi þetta mál. Það er gott og blessað að reyna að bæta starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hér sem annars staðar á landinu eins og umræddar úrbótatillögur fjalla meðal annars Þessar úrbótatillögur eru hluti af skýrslu verkefnastjórnar bættar starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa eins og hefur komið fram. Hluti af þessum tillögum er að hækka laun kjörinna fulltrúa eins og lagt er hér til og eflaust bæta starfsaðstæður okkar en auðvitað kannski mismikið eftir hverjum einum. En það er líka margt annað sem hefur áhrif á þessar starfsaðstæður eins og einelti, áreiti af ýmsu tagi, álag og jafnvel ofbeldi eins og fram kemur í skýrslunni en ég ætla ekki að fara nánar út í hér. En laun kjörinna fulltrúa hafa hins vegar reglulega verið endurskoðuð í gegnum tíðina. Mér skilst hins vegar að í seinni tíð hafi endurskoðun verið að hausti fyrir sveitarstjórnarkosningar hverju sinni. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að sú tímasetning er mun heppilegri heldur en að fara í endurskoðun launa nánast á miðju kjörtímabili. Þessi endurskoðun hefur yfirleitt í för með sér hækkun launan okkar að ég best veit og mér finnst afskaplega óviðeigandi að vera að samþykkja hækkun á mínum eigin launum þegar þó þetta mikið er eftir að kjörtímabilinu. Því færi betur á því að fara í þessa endurskoðun launa kjörinna fulltrúa að ári liðnu og ákveða þannig laun kjörinna fulltrúa sem taka við á nýju kjörtímabili sem hefst af vori 2026. En auðvitað verðum við ykkur af okkur þar áfram, vonandi. Ég hefði því líklega samþykkt þessa tillögu ef að núna væri desember 2025 en á þessum tímapunkti verði að greiða atkvæði á móti henni. Ég geri mig grein fyrir það að ég var að samþykkja fjárhagsáætlun hérna rétt áðan þar sem gert er ráð fyrir þessum hækkum kjörinna fulltrúa og því er þetta auðvitað í mótsögn við það. En þetta hefur svo sem ekki mikil áhrif á stóru myndina þar. Og því fannst mér óþarf að vera mótfallin fjárhagsáætlunni allri í heild sinni. Þótt að auðvitað hefði ég viljað, eins og það segir, hafa þessa hækkun launa kjörinna fulltrúa utan hennar þetta árið. Það er utan fjárhagsáætlunar fyrir árið 2025. Takk fyrir.
Takk fyrir Björgvin. Fleiri sem vil taka til máls? Sigrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins bara rétt að bregðast við því sem Björgvin var að segja. Það er alveg rétt að réttast hefði kannski verið ef að þetta kjörtímabil hefði hafist á því að launin væru í samræmi við önnur sveitarfélög á landinu. Það gerðist þó ekki. Við gætum beðið enn lengur en þá líka ættum við kannski einmitt á hættu að það væri orðið of flókið eða fólk væri strax farið að íhuga að segja sig frá störfum. Við þekkjum til sveitarfélaga þar sem að launin hafa ekki verið hækkuð einfaldlega af því að kjörnum fulltrúum er gert að ákveða sín eigin laun. Þar hafa launin ekki hækkað í mörg ár og endurnýjunin þeim mun hraðari. Þess vegna er þetta mikið ábyrgðarhlutverk, ég skil það mjög vel, en þess vegna líka erum við að fara eftir þessum viðmiðum. Á sama tíma er ekki þetta eina breytingin sem er á eiga sér stað í þessari breytingu á samþykktinni. Það eru fjölmörg ákvæði í samþykktinni sem hafa verið óljós og í raun hafa laun kjörinna fulltrúa verið fullkomlega ógagnsæ fyrir íbúa hingað til þar sem að þau fylgja uppreikningu á þess að fara eftir launavísitölu. Þetta þýðir það að í einhver ár núna hafa íbúar ekki geta vitað hvað við fáum greitt fyrir launin eða hvað við fáum greitt fyrir störf okkar í sveitarstjórn. Þessu er til dæmis breytt núna og getur hver íbúi reiknað út nákvæmlega hvað kjörinn fulltrúi fær. Þá er eðlilegt ef við breytum því, finnst mér að fara eftir þessum viðmiðum og hafa þetta bara mjög skýrt. Ég skal allavega glöð gangast við þeirri ábyrgð að samþykkja þessi laun til þess að gæta þess að sveitarfélagið hafi kjörna fulltrúa sem hafa burði til þess að sinna störfum sínum af heilindum í sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vil taka til máls? Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er margt til í því sem að bæði segja. Ég þarf að fá gleraugu mín. Ásakið þetta. En hér þá var það þannig að haustið 2021 þá voru þetta síðast tekið til launin sjálf, sko. Það var reynda tekið til skoðanar tækjakaup á þessu kjörtímabili, en þá var hækkað í samræmi við það sem að sambandi hafði gefið út á þeim tíma. Greinilega hefur þetta sveitarfélag ekki að hækka nóg til þess að halda svo í við það sem allir voru að hækka. Og það, þessi praxis eins og við hefum haft þetta undanfarin kjörtímabil, þá hefur þetta verið tekið eins og Björgvin segir í síðastu fjárhagsáætlun fyrir kosningar og þannig að ný bæjarstjórn þá tekur við betri launum heldur en þeir sem að hafa setið þá undan. Og auðvitað er það alltaf þegar að allir eru svo að endurskoða kannski á þessum tíma eða þá í byrjun kjörtímabils eftir hvernig það er bara misjafnt, að þá er erfitt að sjá fyrir hvað hinnir gera. Það verð ég í með þeim efstu eða í miðju eða hvar. Og það má kannski bara taka það til greina þá fyrir næstu kosningar að vera bara brattari á því og taka bara góðar hækkanir til þess að vera í rauninni á betri stað þegar allir aðrir eru endurskoða líka. Það er þetta sem að Eyrún Fríða kemur inn á með að þetta var fest við, það var þingfararkaup 2017 og síðan fylgdi það launavísitölu og það var einhver ákvörðun á þeim tíma sem ég man nú ekki af hverju var tekið þannig staðinn fyrir að fylgja þingfararkaupi. Væntanlega, þegar maður er að hugsa tilbaka, þá var stökk á þingfararkaupi sem var mjög óvinsælt og fólk var að afsala sér launum og öðru slíku. Þannig að gerir það fyrir að það hafi verið eitthvað tengt því, en í rauninni búið að breyta því að kjörnir fulltrúar á Alþingi hafa líka verið að naflaskoða hvernig þetta er gert. Í þessum, ég saknaði svolítið að þegar að farið yfir þessa samþykkt hér, að þessi ekki farið yfir hvaða breytingar er verið að gera. Af því það er verið að gera bara breytingar hjá í rauninni kjörnum fulltrúum í bæjarstjórn, lítilega hjá bæjaráði en ekkert hjá nefndamönnum. Og þegar að við vorum að skoða varðandi tækjakaupa því að kjörnum fulltrúar fá ákveðin styrk einu sinni eða á hverju kjörtímabili fyrir ákveðna upphæð og þá var umræðan það hvort þetta tengja þingfararkaup eða ekki. Og þá kemur í ljós að launavísitala hafði hækkað launin meira heldur en þingfararkaupið. Og þá velti ég fyrir mig núna, að þegar við fengum þetta inn í bæjaráð
á þriðjudaginn og þessi vísað hingað, þá voru engar fjárhagslegar upplýsingar það hvaða áhrif þetta hefði. Og það er komið núna með, og þetta eru rúma 2 milljónir sem þetta hefur áhrif á fjárhagsáætlun á hverju ári, en það kemur ekkert fram sko hvað upphæðin gagnvart hverjum einum og kannski það bara allt í lagi, en þá velti ég fyrir mig til dæmis nefndarfólk, því að það engin breyting hjá nefndarfólki og og það var tengt við sömu breytingu á þingfararkaupi og það bara prósenta og það var þessi launavísitala. Er við þá að gera það núna, ef að þetta samþykkt, að í rauninni nefndarfólk lækkar í launum eða fær ekki þá hækkun sem hefði þurft að vera, af því það held ég hækkun einu svona ári, og þá því að þau eru alveg illa stefnt að gagnvart sko launavísitölunni og vera svo allt í einu orðin tengt við þingfararkaup og við komumst að því að kjörinn fulltrúi var á sínum tíma. Þannig að þarna í rauninni finnst mér bara spurning hvort að þetta sé rétt nálgun sem verið að gera hér. Af því að það úr 7% í 14% hjá bæjarfulltrúa. Jú, ok, bæjarfulltrúar mæta á bæjarstjórnarfundi, síðan þeir í nefndum og það kannski lækka launin þeir í nefndum, en tvöfaldast í bæjarstjórn. Einhver í bæjarstjórn sem bara mjög ósáttur við launin sín, eða það bara því að út af viðmiðinu? Þú veist, ég bara velti því fyrir mér, sko, er þetta vandi? En líka bara að því að þetta hefur ekki áhrif á nefndarfólki og þú veist, og það hefur ekki, við erum ekki minna eina útreikninga. Þannig að mér finnst þetta mjög ógagnsætt hvernig breytingin er gerð. Þannig og við áttum samtal í þessum breytingum og þá var verið að spá í sko bæjarfulltrúan og ég gerði athugasemd við það að það væri verið að tvöfalda laun bæjarfulltrúa en bæjarráðseinstaklingur sem situr fund einu sinni í viku og situr miklu fleiri fundi og miklu meira álag að það var engin breyting lögð til þar, svo hefði þá væntanlega staðið í launum að meða við það að breyta á launavísitölunni í þingfararkaup, eða sérst í þingfararkaup, hvort þetta upp eða niður eða út eða suður. En mér finnst þetta mjög ógagnsætt og ef þetta verður tekið til afgreiðslu svona eins og þetta núna þá mun ég sitja hjá. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vil taka til máls? Fríða. Svæl. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara glöð að þessi sjónarmið séu að koma fram núna. Það alveg rétt, við erum búin að ræða þetta saman, við höfum rætt þessar yfirvofandi breytingar og við höfum rætt það hversu ógagnsæ samþykktin hefur verið. Þannig að satt verið segja bara mjög gott að heyra það þá allavega núna, áður en hún lögð fram til atkvæðagreiðslu, að það sé ekki svo sátt sem að ég hélt að væri málið. Það bara gott og blessað. Það var einmitt enginn sem að ræddi sérstaklega laun nefndarmanna og við tókum umræðuna laun bæjarráðsfulltrúa eingöngu af því að sambandi gefur bara út viðmið fyrir bæjarfulltrúa. Það grunneiningin og ekkert gefið út viðmið fyrir bæjarráð eða nefndarfólk. Hins vegar hef ég komist að því í samtölum mínum við kjörna fulltrúa annars staðar á Suðurlandi að nefndarlaunin hér eru í fullkomnu samræmi við nefndarlaun annars staðar. Þannig að ég taldi ekki þörf á því að við endurskoðum það sérstaklega sem og enginn sem hafði tækifæri til að gera athugasemdir við þetta skjal. Ég tel mjög eðlilegt að þetta fari í frekari breytingar. Það ljóst að það þarf að gera þetta skjal þeim mun skýrara og aðgengilegra. Þetta geti verið fyrsta skrefið í því ferli og sem ég vonaði að verði. Og svo er hægt að vinna áfram að frekari breytingum til þess að jafna kjör og tryggja það að þetta séu gagnsæðar upplýsingar sem þær hafa hingað til ekki verið að mínu mati. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls? Ásgerður Gjörsvöl. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér finnst það sem ég er að fara yfir hér í það að við höfum ekki verið með upphæðirnar fyrir framan okkur. Hér á fundinum á þriðjudaginn
að það var ekki grundvöllur til þess að ræða í rauninni hvernig breytingin væri þar sem það voru enga fjárhagslegar upplýsingar sem lágu fyrir. En jú, ég hefði getað bent á að nefndarlaunin væri ekki breyting og þú veist og mér finnst ekki umræðan hafi ekki verið nógu mikil þetta. Þannig að svo ég ítreki það og jú, ég tók þátt í því að lesa þetta yfir með bæjarfulltrúanum Eyrúnu Fríðu og það eru þarna ábendingar sem kom inn í líka og það er ýmislegt sem hefur mátt breyta og má breyta í þessari samþykkt og það er til dæmis það að bara samkvæmt sveitarstjórnarlögum að þá ber okkur að mæta á fundi nema lögmætt forföll hamli því. Þannig að og það er eitthvað sem er bara ágætt að minna okkur á öll sömul. Að þegar maður tekur að sér að vera bæjarfulltrúi að þá er maður að taka sér ákveðna vinnu og líka þá fundi sem er verið að boða mann á og svo fyrir utan það þá er skjágætt að minna það líka að vinnuveitanda ber að hleypa fólki frá vinnu til þess að sinna þessum störfum. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Því ætla ég að bera þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir vísast gefa merki. Það eru 5, einhver á móti, 1 á móti, Björgvin á móti, einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá. Ásgerður situr hjá. Þá telst þessi tillaga samþykkt. Þá förum við í næsta lið á dagskrá sem er gjaldskrá Hornafjarðarhafnar. Lagði fram tillaga 5% hækkun og gjaldskrá fyrir árið 2025 fyrir Hornafjarðarhöfn. Gjaldskráin var lögð fram hér til staðfestingar. Ekki orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður svo engin hljóðs, því ber ég hann upp til atkvæða þeir sem henni samþykki vísast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í mál númer 11. Þar ætlar Björgvin að fá að víkja. En sótt er byggingarheimild til að reisa garðhús á lóð Hagatún 14. Er að ræða það bil 30 fermetra stakstæða byggingu sem er 2,65 metrar að hæð. Ekki til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið. Erindi var grenndarkynnt 9. október með athugasemdafresti til 7. nóvember 2024 og engar athugasemdir bárust. Orðið laust, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessu engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemdir við að gefa verið út byggingarheimild á grunni framlagðra tillögu í samræmi við 44. grein skipulagslaga þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Þessum er þessi samþykki vísast gefa merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Björgvin, þá förum við að lið númer 12 og Björgvin heldur áfram að víkur áfram. Það er ný merkjalýsing milli Bæjar og Reyðarár í Lóni. Erindi dagsett 15. nóvember árið 2024 þar sem sendi er fyrirspurn vegna nýrrar landamerkjalýsingar milli Bæjar og Reyðarár í Lóni. Óskað er eftir áliti sveitarfélagsins hvort fyrirhuguð breyting landamerkja jarðanna samrýmist skipulagsáætlun sveitarfélagsins samanber 1. málsgrein 7. greinar jarðalaga nr. 81 árið 2004. Svæðið er landbúnaðarland samkvæmt gildandi aðalskipulagi og ekkert deiliskipulag er í gildi. Gef hér orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sem engin hljóðs. Bæjarstjórn gerir ekki athugasemd við merkjalýsingu enda samræmist hún skipulagsáætlun og tekur undir með umhverfis- og skipulagsnefnd að stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðanna samanber 7. grein jarðalaga nr. 81/2004. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 6 atkvæðum. Gjörðu svo vel, Björgvin. Björgvin gengur í sal. Þá fyrir við mál nr. 13. Það er hringvegur Hornafjörð aukin efnistaka úr Fjarðará. Beiðni umsögn. Beiðni frá Skipulagsstofnun dagsett 18. nóvember 2024 umsögn vegna fyrirspurnar matsskyldu vegna áforma að auka efnistöku úr Fjarðará vegna gerðar hringvegar Hornafjörð. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins Hornafjarðar árið 2012 til 2030.
Orðið er laust, gjörðu svo vel. Kveður svo engin hljós. Bæjarstjórn telur að nægilega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar og umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum og telur að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati að teknu tilliti til viðmiða í öðrum viðauka laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Framkvæmdin er framkvæmdisleyfi skyld. Þeir sem er þessu samþykki vísast gefa merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við í lið númer 14. Það er aðalskipulag Litlahorn fyrirspurn til skipulagsstjóra. Lagt er fram erindi frá Ómari Antonsinni á Horni, dagsett 10. nóvember árið 2024, þar sem skorað er á sveitarfélagið að fella niður skilyrði deiliskipulag fyrir uppbyggingu gistirýma og einstaka jörðum samkvæmt aðalskipulagi Hornafjarðar. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Þessu engin hljós. Forseti leggur því til að bæjarstjórn hafni að fella niður skilyrði deiliskipulag fyrir uppbyggingu gistirýma og einstakum jörðum. Unnið er að endurskoðun aðalskipulags í skipulagsmálum fyrir uppbyggingu í sveitarfélaginu. Meginreglan verður svo að krafist verður deiliskipulagsgerðar nema að heildar uppbygging sé minni háttar. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við í lið númer 15. Þetta er Flateyjarbúið kaupjarða. Erindi dagsett 27. nóvember árið 2024 þar sem matvæla ráðuneytið óskar eftir umsögn sveitarstjórnar í samræmi við 10. grein jarðalaga vegna óskar að ráðuneytið samþykki kaup Flateyjarbúsins á jörðum í Hornafirði. Sérstaklega er óskað eftir sjónarmiðum sveitarfélagsins þar hvort fyrirhuguð ráðstöfun fasteignar og áformuð nýting hennar samrýmist skipulagsáætlun sveitarfélagsins, landsskipulagsstefnu eða annarri stefnu landnýtingu eftir því sem við á. Enn fremur hvort áformuð nýting fasteignar sé að mati sveitarfélagsins í samræmi við stærð, staðsetningu og ræktunarskilyrði hennar, sem og gæði og fasteignaréttindi sem fylgja henni og hvort ráðstöfunin styrki landbúnað og búsetu á viðkomandi svæði. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Þessu engin hljós. Bæjarstjórn telur að fyrirhugað áform nýtingu jarðanna séu samræmi við aðalskipulag og gerir því ekki athugasemd við kaup jarðanna og einnig er bent á að hluta landsins séu verðmætt vistkerfi sem huga þarf af við breytingar á landnotkun. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við í lið númer 16. Það er landeignaskrá Skaftafell 3, uppskipting 3 landeigna. Óskað er eftir skiptingu 3 landeigna úr jörðinni Skaftafell 3. Hún bara gefi orðið laust hérna, ekki gjörðu svo vel. Þessu engin hljós. Því leggir til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við stofnun landeigna og á stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar. Samkvæmt 6. grein jarðalaga samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Umsækjanda er bent á að uppbygging og framkvæmdir hafi ekki verið heimilaðar á svæðinu umfram það sem gert var ráð fyrir í deiliskipulagi. Þeir sem er þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá fyrir við hér í lið númer 17. Það er landeignaskrá Svínafelli 1 í Öræfum, útskipting 2 landeigna, breyting á lóðamörkum. Óskað er eftir staðfestingu sveitarfélagsins vegna landskipta þar sem 2 nýjum spildum er skipt út frá jörðinni Svínafelli 1 í Öræfum. Breyting á afmörkun Nýjatúns, númer F22 18 222 vegna aðkomu vegar. Orðið laust, gjörðu svo vel. Þessu engin hljós. Því leggir til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og að stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Þeir sem er þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 18. Það er Hvalvörðugilslækur í landi Hofs. Deiliskipulag. Deiliskipulag ferðaþjónustu við Hvalvörðugilslæk var auglýst í lögbirtingarblaðinu skipulagsgátt mál númer
870/2024 og heimasíðu sveitarfélagsins frá 11. júlí til 30. ágúst árið 2024. Samhliða var auglýst breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012 til 2030. Umsagnir bárust frá RARIK, Veðurstofu Íslands, Minjastofnun Íslands, Umhverfis- og skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu málsins á fundi sínum 4. september 2024 þar til staðbundið hættumat liggur fyrir. Lagt fram staðbundið hættumat ásamt uppfærðum skipulagsgögnum. Orðið laust gjörðu svo vel. Það kveður svo engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að deiliskipulagi Hvalvörugilslækjar með þeim breytingum sem gerðar hafa verið frá auglýsingu samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Sem þessu samþykki vinsælst geðmerki. Það er samþykkt með 7. Áfram höldum við, þá förum við hérna í umsóknum lóð, Hafnarbraut 60A. Staðarfjall EHF sækir úthlutun lóðar að Hafnarbraut 60A þar sem gerður hafa verið samningur lóða vilyrði. Orðið laust gjörðu svo vel. Kveður svo engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki úthlutun lóðana við Hafnarbraut 60A. Þeir sem þessi samþykkir vinsælst geðmerki. Samþykkt með 7. Þá förum við í lið númer 20. Það er yfirtaka og uppbygging eigna félagslegt leiguhúsnæði. Í maí síðastliðnum undirrituðu sveitarfélagið Hornafjörður og leigufélagið Bríet viljayfirlýsingu þess efnis að leigufélagið Bríet muni yfirtaka 18 íbúðir úr eignasafni sveitarfélagsins og skuldbunda sig til að koma að uppbyggingaverkefnum á leigumarkaði í sveitarfélaginu. Síðan þá hefur verið unnið að frágangi samnings yfirtöku eignana og liggur hann nú fyrir. Ég gef ég orðið laust, gjörðu svo vel. Kveður svo engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi leigusamning við leigufélagið Bríet. Nei, þetta er náttúrulega ekki leigusamningur. Þetta er kaupsamningur fyrirgeðu. Við samþykkjum fyrirlagðan kaupsamningu leigufélagið Bríet. Þessi samþykki við samþykkja merki. Samþykkt með 7. Nú förum við hér í lið númer 21 sem er samstarfssamningur við Nýheima þekkingarsetur. Drög að samningi við Nýheima þekkingarsetur er lagður hér fram til samþykktar. Þau málefni sem setrið sinnir í samvinnu við og að hálfu sveitarfélagsins. Mikilvægt er að tryggja setrinu ákveðið fjármagn á ársgrundvelli til að sinna þessum verkefnum sem kveðið er á í samningnum en í dag er staðan svo að fjármagn háð fjárhagsáætlanagerð hvers árs og því mikil óvissa í áætlanagerð setursins vegna komandi árs þar til fjárhagsáætlun sveitarfélagsins hefur verið samþykkt. Í samningnum er kveðið á samstarf verkefnin Hornafjörður náttúrulega, heimahöfn og byggðaþróunarmál sem nema til samans einu stöðugildi. Orðið laust, gjörðu svo vel. Eyrún Fríða. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara rétt að snerta aðeins á þessu máli varðandi nýjan samning við Nýheima þekkingarsetur. Nýheimar þekkingarsetur hafa verið leiðandi í samstarfi ólíkra stofna, innlendum og erlendum verkefnum og hafa verið frumkvöðlar í byggðaþróun sérstaklega út frá sjónarhóli ungs fólks. Í samningnum sem heitir 3 ára er kveðið á þessi 3 verkefni sem að sveitarfélagið mun fjármagna. Er að ræða enn frekari innleiðingu á Hornafjörður náttúrulega, heimahöfn og svo loks ákveðin verkefni sem munu falla undir byggðaþróunarfulltrúa sveitarfélagsins. Það er rosalega ánægjulegt að geta gert langtíma samning við setrið og aukið enn frekar samstarf þess og sveitarfélagsins. Svo langaði mig að nýta tækifærið og minna á að Nýheimar þekkingarsetur er enn að auglýsa eftir nýjum starfsmanni. Þannig að ég vil bara hvetja áhugasama að sækja eða dreifa þeirri auglýsingu áfram. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja ræða hér Nýheima þekkingarsetur, þennan samning. Svo ekki, því ber ég hann hér til samþykktar þeir sem eru þennan samþykki vinsælst geðmerki. Samþykktum með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 22 fyrir það er einmitt reglur sveitarfélagsins Hornafjarðar frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni. Sveitarfélaginu er skylt að vera með reglur frístundaþjónustu fyrir fötluð börn. Lögður fram drög að reglum sveitarfélagsins Hornafjarðar frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni. Og nú gef ég hér orðið laust þessar reglur. Það kveður sér engin ljós.
Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki reglurnar frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni. Þeir sem eru þessu samþykkir íslenskt gefamerki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér í síðasta lið á dagskránni í dag. Það eru hverfisráð, íbúaráð. Á fundi bæjarráðs 23. apríl síðastliðinn var eftirfarandi bókun gerð. Bæjarráð lýsir yfir ánægju með það góða starfs og mikilvæga samtal sem hefur átt sér stað við íbúðaráðin og þakkar fulltrúum fyrir þeirra vinnu. Leið óskar bæjarráð eftir að núverandi fulltrúar sitji annað ár eða út kjörtímabilið sé að það vilji fulltrúana. Og öll íbúðaráðin hafa samþykkt að sitja út kjörtímabil bæjarstjórnar. Og uppfært erindisbréfi hér lagt fram til samþykktar. Nú gef ég orðið laust hér þetta mál, það kemur þessu engin hljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki uppfært erindisbréf íbúðaráðanna. Þeir sem eru því samþykkir og íslenskt gefamerki. Það er samþykkt með 7. Þá er dagskráin tæmd. Þakka ykkur kærlega fyrir góðan fund. Þú þurfum að finna aftur hamarinn góða og slít honum hér með.